Herri, eftir bygga play þáttuðinn. Já. Það var að draga mér svo mikið kjark. Af því það ávist alltaf að klappa. Það eru bara lúðar sem klappa á 1 og 3, sko. Já. 2 og 4. Varstu meðvitaður eða? Nei, ég ætla bara að halda áfram í sama gamla trúðslætunum. Já, það þýðir ekki neitt, sko. En að öðru, við erum með risa þátt í kvöld. Já. Engin annan en Jón Gunnar Geirdal, vertu velkominn. Takk strákar, kærlega. Ertu á rekk, Leifur, eða? Ætla að segja hlustandi frá þessu eða? Já, ég ætlaði nú bara að byrja að ríða Þurfum við að plásturinn gera af, það? sko. Já, ríðan af. Ég á eitthvað voice sem ég get sendt inn á grúpun okkar, sko, það sem ég segi bara, heyrðu, við þurfum að rífa plásturinn af, við munum aldrei geta að líða með sjálfum okkur, við bæðum nú ekki aftur. Sko, þetta var að synda sefraði, en við tókum upp frábæran þátt. Já, þetta var líka alveg langur þáttur. Tæpa ári síðan, bara... Það voru 2 tímar. Já, svo bara aldrei aftur. Sem ég fæ aldrei Þú varst aftur. að blaður út í lofti. Já, því að Leifur ítti ekki á rekk. Það var skilabón sem ég fekk, sko. En það er búið að íta á rekk núna, það hugga mig Ég að sjá sé það. hann allavega rauður. Og sér ekki kortið þarna líka? Jú, flott. Ég sé kortið Já, að þá erum við helviti góðum Er ég ennþá í mynd, eða? 2 centimetrar núna, sko. Þannig að upptakan frá því haust, hún náðist ekki og hingað er ég komin aftur. Já, vertu velkominn, hjartanlega. Takk. Og ég var einmitt svona á ég að rifja upp hvað við vorum að tala um þá, svo er ég bara svona, nei, ég býð bara til alveg nýjan Já, þátt, já. sko. Já, ég, bara einhvað, sko. Jón Gunnar, hvernig ertu? Ég er bara hrikalega góður, sko. Já, Ég fagna því ef við séum að sigla inn í hækkandi sól. ok. Það er geðvitt. Já, þetta er svona, þetta ár, ég er nú bara mikið með að ræða við kona mína, ég finnst svona pínus þetta ár sé ekki ennþá líku við farið að stað. Það er bara einhvern veginn, árið byrjaði, ég lenti í einhverjum leiðinda helvits framkvæmdum heima hjá mér, sko. Ok. Og það einhvern veginn var bara einhvern veginn, fannst einhverjum miklu ógið og annað, allt í náttúrulega bara heimili komið á kvolf og það bara var í þannig í 2 mánuði, sko. Svo fekk öll familjan COVID ofan í það, tók svona 3 vikna domino-effekt, ógeð. Þannig að svona hvert einhvern svona höggja fætur öðru og svo ofan í læða geðveikina hérna. Já. Og ég bý náttúrulega í efri byggðum Kópavogs. Þannig að ef það er vont viður hér þar sem við erum í Hlíðasmárunum, Já. þá er sko ímynd ykkur upp á kór þar sem þetta kemur fyrst úr fjöllunum. Já. Þannig að, en burtsér frá öllu, þá er ég er mjög góður. Það ekki? Jó, helviti góður. Þú varst að segja okkur áðan að, já, hvernig líst þér þessu? Að sérst, venjulegu dagur í þínu lífi sé, kannski venjulegt fólk myndi ekki fungera á hennum. Ég veist, segi það kannski ekki, ég veit ekki, þetta er svona starfsemi mín er mjög svona, ef ég tek eitt skref tilbaka og horfi bara svona yfir hvernig dagarnir oft eru, þá er þetta svolítið geðklofa tengt eitthvað. Þetta er ekki 8-4? Nei, bara alls ekki, ég hef alltaf ekki verið í því, minna síðan, ég er síðan 2012 er ég búin að vera full on í þessu einyrkja apparati mínu sem er í Ísland og verkefni náttúrulega, það er enginn að leggja nú mig mánaðamótin nema ég sé bara að sækja verkefni sjálfur, sko. Og þá okkur neina og verkefnin eru alls konar því að þegar fólk spyr bara, hörru, hvað gerur? Og þá bara, hörru, já, ég er að promotera núna landsmót hestamanna sem er í sumar og ég er að vinna 13. ári í röð með Ölgerðinni í Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Ég er að promotera make-up þátt sem kemur í sjónvarp Símans núna á 50-daginn. Ég er að skrifa 3 leiknar sjónvarpsserjur, er að koma úr því sem var Bjössi Stefáns og Glaumberg með Stöð 2 og svo framvegis, sko, satt fund með Eiki í dag, ég er að fara að rúla með Norður eitthvað, vinna eitthvað með þeim í kringum Glerártorg, ég er að fara að halda viðburði með Smáralind í sumar og ég er að halda ráðstefni í Hörpunni í byrjun maí með Matthew Walker sem átt að vera fyrir 2 árum og búið frestelt í 5 sinnum. Þess vegna frestuðu þættinum. Sko, akkurat, að því að Walker kom ekki, sko. Þannig að verkefni mín eru bara alls konar. Veist, í grunninn bara tala ég bara sjálf mig sem einhvern hugmyndasmið. Því allt er þetta er bara hugmyndavinna. Þú ert að standa þinn átni Plug, sko? Já, ég þakka Agli og trúðalestinni fyrir þessar skemmtilegu nafngiftir sem maður hefur fengið svona undan fyrir 10 ár. En ég á náttúrulega bara, eins og ég tala sko, ég er ekki almannatengill. Það eru rosalega margir góðir almannatenglar á landinu. Ég tel mig ekki einn af þeim, sko. En það er bara ekki til betra orð en plugg yfir það sem ég geri. Þetta er svona afþreyingar tengt plugg, ég er búin að vera í lífi síðan. Ég var á markastild Sambíóna 1995 með Byrni Inga og Bjarnahaug og einhverjum snillingar, sko. Þannig að ég er búin að vera einhvern veginn og þetta er bara plugga bíómyndum, leikritum, sjónvarpsþáttum, einhverjum viðburðum, halda einhverja viðburði og svo framvegis. Og ég ætla bara að sérhafa mig því verið í sí mjög langan tíma, verið svona frá 2012 bara full on í einyrkjanum. Og það er náttúrulega bara, það eru ups and downs og þetta er bara sama gamla sama, bara brettur upp ermarnar og þetta er bara hark, það er bara sækita. Þannig að ég býja því að vera með, ég er með stert tengslanett og stert network af fólki sem ég þekki og unni mikið tíðina og menn sem að voru bara, ef að hlaðvörpurinn eru vinnarinn í dag, við vorum
útvarpið mid-90s FM, þá var FM alltaf bara sko, skrýmsli, sko. Og þá voru við bara einhverjir vinsæli skemmtilegi trúðar í Fjölbraut í Garðabæ að halda einhver böll og partí og skemmtilegheit og voru svo bara fengnir bak við mikrofón, sko. Já. Þannig að og menn sem ég vann með þá, hvort sem þeir voru blaðamenn með mér í útvarpinu eða í kringum sjónvarpinu og sjónvarpstöðunar og fleira, þeir eru alltaf bara orðnir framkvæmdastjórar og sjónvarpsstjórar og markastjórar og hvað sem í dag sem að tengslanetið mitt nýtist mjög vel, sko. Algjörlega. Og en ég vinn fyrir í dag allavega, vinn ég bara fyrir fá fyrirtæki, Síman, stundum Sín og Vodafone og Smáralind og svo náttúrulega er ég bara, mest í dag í þessum sjónvarpsþáttaþróunum einhvern veginn. Ertu á föstum samningi einhvers staðar? Er þetta bara allt verktaka? Nei, þetta er allt bara verktaka, sko. Það er svona pínu háð þessu einyrkja brölti mínu og annað. Ég er náttúrulega ekki svo, ég er ekki með eitthvað svona fasta samningabeint en ég er búin að vinna fyrir sömu fyrirtækinu mörg ár, sko. Þú veist, núna held ég 13. ári í röð sem ég vinn með Ölgerðina og Þjóti í Vestmannaeyjum. Ég er búin að vinna fyrir Síman í mörg ár líka og Smáralind sömuleiðis og það er bara að vinna fyrir stóra og sterka aðila. Ég nenni ekki einhverju eldast við einhverja trúða sem að ringja með einhver verkefni og eitthvað hark og elda einhverja 50 skallar með það. Ég bara búið með þann pakka, sko, fyrir löngu síðan. Við erum einmitt með loft sem okkur langar að selja. Þetta var að tala við þetta þátt. Fárlega gott loft. Ykkur vantar loft að selja. Nei, þannig að ég bara verið það er bara gengið ágætlega aftur, þetta er upp og ofan. En ég hef bara getað verið pikki í undanförna ár, en það er bara því að maður búin að vera innan bara svo skepna, sko. Þetta er bara svolítið svoleiðis. Algjörlega. Þú talaðir að þegar það rignir þá hellir rignir, en núna er að stytta upp með hækkandi sólu. Já. Með skemmtilegt orðalæði sem hún notaðir, þetta væri ákveðin Dominos áhrif. Já. Hver er uppáhalds Dominos pizzaðinn? Þarna. Kom sponsinu vel að þarna, sko. Hvað verði ekki að segja bara meat and cheese svo allir, eða? Já. Klassist. Ég held að sonur minn er ánað með það, 1-14 ára, sko. Þannig að það er góð pizza. Já, hún er mjög góð. Og hann er líka einmitt búin að tala að paydayin er misjafn. Já, svona grændurum eins og honum, sko. Paydayin, akkurat, mjög misjafn, sko. Hörru, talandi pizza, góðgerða pizzan hjá hann er nýja. Já, hrikalega góð, með timjan, agalega gott. Sá einhver hunangs, það lúkaði, sko, skemmtilega. Já, mjög gott. Já, aðeins Matthew Walker, sem þú ert að vinna með henni frábæri konu Erlu. Já, Erlu Björns. Já. Er uppselt? Það er ekki uppselt, nei. Þetta er náttúrulega, viðburður sem átt að vera fyrir 2 árum síðan. Akkurat. Og var bara til þannig að ég las þessa bók eins og mjög margir þess vegna sofið, Why We Sleep, sem að búin í íslenska. Og ég er bara það manískur einhvern veginn og alltaf einhvern veginn með hausinn í einhverju þeytivunda að finna einhver tækifæri okkar og hugmyndir og ég bara bleið einhver 30-40 blaðsir í bókinni og þá var ég komin í sambandið teimið hans úti, hafði sambandi Erlu Björns sem alltaf helsti svefnsjafræðingur landsins og mikil vinkona mín og við erum vinafólk þau ég og kona mín og þau hjónin og að því að það er enginn að fara að hlusta á mig front einhvern svefnviðburð, sko. Nei, Já, kannski, ég veit ekki. Þannig ég fekk hana með mér í lið og fyrirtæki hennar betri svefn, þannig að hún er svona fronta þetta með mér og bara fyrir okkur. Og þetta verður núna 2. maí í Eldborgarsal Hörpu, no matter what, sko. Það er búið að fresta í 5 sinnum og það er bara ævintýralega þreytt. Er Matthew Walker eitthvað COVID-trættur eða er þetta Þórólfur að skemma? Nei, þetta átti að vera 2 árum síðan og svo voru alltaf að reyna að finna nýja dagsinningar og svo var bara alltaf einhver COVID-högg að koma inn á milli. Já. Þannig að það var bara óhjákvæmilegt, við þurftum bara alltaf að fresta. Já. En núna einhvern veginn er bara, þetta verður og við erum bara að vinna þetta með öflugum aðilum og við erum eftir kringum 400 miða í Eldborg. Okay. Hefur gengið bara mjög vel, hann er búin að vera einhverjum 4-5 sem er búin að starta einhverju auglýsingaherferð fyrir þetta, einhverju pluggherferð og hann er búin að vera í viðtölunum við það. En þetta verður bara frábær dagur, svona fræðslu fyrirlestur, bara milli 4 og 7, þannig mánudag 2. maí í Hörpunni. Þannig að og ég ætla bara að mæla með því að fólk bara fara á tix.is og kaupa sér miða. Klárt, ég hræðist að hlusta svona fyrirlestra, af því að ég veit að ég mun falla prófunu, sko. Hefurðu lesið bókina eða? Nei, ég reyndar að lesa ekki alla bókina, sko, en ég lesi sirka umgáðunum og lesi key points, sko. Já. Og ég fjall alveg stórkostlega prófunu þar, sko. Já, og pottið margir og ég sérstaklega, því að það var enginn að spá í svefn eitthvað fyrir, maður síðustu kannski 10 árum sem er búið að vera Það er ekki sérstaklega cool, sko. Já, það var það allavega ekki. Nei. En núna er fólk finnst mér frekar að fara að tala um það hvað það sefur mikið eða jafnvel að monta sig að því að það leggja sig á daginn frekar en að vakna klukkan 4 og 5 á morgnana til að fara í ræktina, sko. Já. Þannig að ég stið það bara einhvern veginn heilsugur og ég er bara búin að vera svona
reyna að heila þó börni mín af þessi í kjölfarið. Það var enginn að spá það hvernig ég svo af því að ég var 14 ára eða 18 ára svo börni mín sko. Þannig að boðskapurinn briljant, hún á bókinni frábær, hún á mannamáli, oft mjög vísindalegin og köflum sko. En mér finnst alveg frábært að hlusta á hann sem fyrirlesara. Algjörlega, og já, það mjög gaman að hlusta á hann tala og fyrir leddýrin eins og mig og fleiri sem ekki búin að lesa bókina og kannski sækist ekkit ómikið í bækur. Já. Og ég gera kannski inn á milli, en þá náttúrulega líka þetta hlusta á Matthew Walker í Joe Rogan. Joe Rogan, hann líka hjá kollega ykkur í hlaðvarpseiminum Snorra Björns. Já. Og svo hann líka þeir sem eru með aðganga Masterclass, sem mjög brilliant koncept. Já, Kasper það líka, já. Þannig að hann bara frábær, þetta einhvern veginn mjög, veistu, helsta lýðheilsumál landsins að bara, hvað við sofum lítið. Já. Ekki Ísland eitt af þeim löndum sem að notar, gefur út hvað mest af svefnlyfjum og eitthvað. Já, og þunglyndislyfjum og svo framvegis. Já, og bara börn og úlingar og eitthvað, en þessi dagur hann annar maður kemur inn og mjög mikið af þessu öllu saman. Þannig að ég bara mæli allir sem áhuga á svefni sem eru heldur margir. Já. Farin á tix.is og ég pluggi nú líka, ekki bara Dominos. Algjörlega. Sko, þetta skemmtileg spurning, að því að Masterclass, þetta áhugavert koncept, það sem eru bara að kenna Masterclass í bara eldamennsku eða hverju sem bara koma fram eða rithöfundar og... Já, segjum að þú ættir að halda bara örsnöggalegt viðkynningu Masterclass fyrir það sem þú gerir, fyrir það sem vilja gera það sem þú gerir. Já. Vá. Plugg. Já. En að plugga, alveg rétt, ég vann nú ekkert með einhverja pluggkeppni við Steinþór Helga á Rás 2. Já. Það er mjög skemmtilegt, þá ættum að plugga ykkur í mínútu. En hvað ég geri? Í grunninn náttúrulega ég bara, allt sem ég geri bara hugmyndavinna. Ég nálgast öll verkefni einhvern veginn eins, alveg saman hvort að hér er bíómynd, hér er sjónvarpssería sem þarf að koma á framfæri, hér er viðburður sem þarf að halda. Ég sest bara alltaf fyrst niður og bara, hver er sagan sem á að segja, sérstaklega eins og pluggi, sko. Því ég hef alveg tekið að mig verkefni það sem að ég ekki náð neinu pluggi út úr og ég hef alveg sagt það við kúnna bara, það er bara ekki hægt að plugga þessu, sko. Já. Af því að stór fyrirtæki skilja til dæmis, þau er mjög erfitt með að skilja það okkur ekki fjalla oft meira það í fjölmiðlum, sko, bara eins og olíufélag bara okkur bara tala okkur þegar bensín hækkar eða lækkar. Fyrst er bara þarf að segja ykkur að sögu, sko. Já. Og það, fyrir mér náttúrulega þetta er ákveðin lúxus heimur fyrir mig í þessu pluggi, það vilja allir tala við íslenska leikara eða það sem snýra þessum afþreyingar heimi. Þannig að hvað ég geri, ég bara tel mig bara, já, ég er hugmyndaríkur, ég nálgast alltaf eins, bara legg haus í bleiti og svo bara aftur, bara brettu bermar og hleyp og eins og ég segi við alla, það að hringi í mig eða sendi mér tölvupóstekkunni og ráða Jón Gunnar Geirdal eða Íslandi í vinnu, það er engin ávísun á það að þú fáir einhver umfyllun. Alls ekki. Nei. Ég segi alla, þú getur fundið netföng hjá öllum blaðamönnum á Íslandi bara inn á heimasíðum miðlana, sko. En ég nægi fólk, veist, boðleiðin er styttri, fólk, fyrirtæki ráða mig oft í vinnu bara því að þið bara ná ekki í fólk, sko. Hvort stundur bara listamenn eða þetta finnst þeim bara ekki komið svo að og miðlarnir líka bara treysta mér. Ég er búin að vinna með hann alltaf bara í mörgum hverjum í, veist, 20, næstu bara núna 30 ár. Þannig að þetta er bara gagga mig trausti, ég veit alveg hvaða þröskuld ég hef þegar kemur að miðlunum. Þannig ég er ekki að reyna að púsja ykkur á þá. Já, eitthvað sem er ekki eftirspurn eftir. Nei, og ég veit bara, það er ekkert í þessu. Þá er ég ekki að eyða því, púður í það, því að það er allir bara á floti, fjölmiðlafólk er mjög upptekið, þannig að það er bara svona gagnkvæm virðing á því einhvern veginn, og fólk má alveg segja nei við mig, mér er alveg sama, ég er ekki að biðja að fá alltaf bara eitthvað já. Þannig að, og þá vil ég frekar mitt fá svarið, frekar fá neyið, heldur en að vera fólk sé að humma mig einhvern veginn af sér, sko. Það er bara einhvern veginn meira honest einhvern veginn, finnst mér. Og þar er bara samband mitt við fjölmiðla landsins og hefur verið bara mjög lengi, mörg ár. Já. Þannig að í grunninn bara hugmyndavinna, er eitthvað saga að segja frá því, og þá reyni ég að púsja það, sko. Já, þetta er ekkit auðvelt að þrönga þessu niður í einhvern masterclass, sko. Þetta er svo mikil hugmyndaauki og... Já, líka bara þetta byrja bara í fjölbraut í Garðabæ. Ég labba bara þar inn 16 ára bara fyrir 100 ára síðan og ég og Þór Bæring, vinur minn, útvarpsmaður með meiru. Komdu með eða ekki? Komdu með, já. Jú. Og var hann ekki að stofna einhverja nýja ferðarskrifstofu eitthvað? Hann með einhverja 18 ferðarskrifstofur eitthvað, já. Já, og hótel í Hafnarfirði og Sorun og Ká og eitthvað. En við örkum inn í einhverja dagskrá að gera námskeið hjá Þorsteini Jóð. Þá var þessari útvarpsbakteríu plantað. Og svo fórum við inn í það að halda öll skólaböllin í FG og standa fyrir viðburunum og við fórum inn í útrás sem var útastöð framhaldsskólana. Það inn á Sólina, sumarið 93. Ég fyrir Bandaríkinn sem skipti inn í, kem heim, þá var hann byrjar á FM. Ég tek nokkra vaktur á X-inu. Svo byrja ég og FM og maður bara mókast einhvern veginn inn í þetta. Og á þessum árum þá voru þetta bara ég og Þór Bæring og Samúel Bjarki og Svali og allir þessi gaurar bara einhvern veginn að gera allt. Við bara lifðum útvarp. Bara elskuðum þetta, sko. Þannig að
þá kunni við bara, koma FM Norður, þá bara fórum við það, haldi ykkur að viðbyrði, þá bara fórum við það. Þannig einhvern veginn bara, þetta bara pínu svona street smart einhvern veginn, hún lærir þetta ekkert. Jú, fullt af frábæru markastengdu námi í dag víða, upp á Bifröst, upp í HÍ og allt það, sko, en margt af þess bara, við lærum þetta bara á hlaupum, sko. Já. Og Learn by doing all day. Já, bara svakalega, sko. Svo einhvern veginn, mér fannst það leiðarlega vel bak við mikrofónin og alveg fannst alveg gaman í útsettingu og allt það, en mér finnst einhvern miklu skemmtilega að vera bak við tjöldin og pródúsera eitthvað viðburði, vera vesenast í þessu, hringi fólk, redda, græja, gera og allt það, sko. Já. Þannig að mér finnst það alltaf svona vera miklu skemmtilega heldur en að vera í sjálfur útsendingun, sko. Talandi að vera bak við tjöldin, Loopmen, Jalapeno og Lime, þeir vilja meina þú sett frasakóngur Íslands. Já. Og þeir vilja einfallega vita hver eru þínir uppáhaldsfrasar til að byrja með. Ég myndi nú seint kalla mig eitthvað frasakóng, það kom hérna. Loopmen eru harðir í því. Þeir eru harðir í því, það er bara frábært, sko. Ég þarf bara að reyna að standa undir því. Hver eru uppáhaldsfrasarnir mínu, svona á þessu frasabulli gegnum tíðina? Það frægasta stöf er bara það dót sem var í vöktunum. Sælla minninga. Þar heitir þetta í kredit listanum frasafræðsla. Það var einmitt og minna já sætli og fínt, þannig að bara langskemmtilegast að þessu. Fínt. Já, ég minna að serían að því að minnir það allavega og Pálmi Guðmunds og fleiri snillíkar getur nú bara leirið mig að ég er að bulla eitthvað. Mér minnir bara að vaktina fóru ekkert rosalega vel á stað, minnir mig, fyrstu 2 þættirnir á Stöð 2. Ok. Ég held ekki verið fyrir þætti 3 þegar Ólafur Ragnar er þarna á verkstæðinu og byrjar að dansa, já sæll, já fínt þarna. Og eftir það náttúrulega bara the rest is history, sko. Já. Og bara með stórkostlegt sjónvarpsefni sem hefur verið framleitt. Þannig að en ég man bara þegar Pétur Jóhann nálgaðist mig og okkar forsaga er gömul og góð. Hann var náttúrulega bara einhver fyndin gæi í Bíkó og FG þegar ég kynnist honum, sko. Og svo náttúrulega verður hann að finnast þeim að Íslands 99 og aftur the rest is history, sko. Og svo er hann og systir mín eru saman, kæristupar í 5 ár og eiga stelpur saman og annað, þannig að okkar leiður búin að líka vel saman, svo erum við að vinna þarna saman í útvarpinu upp á Íslenska útvarpsfélagi hjá útvarpstöðinni Mono, sælla minninga. Og þetta var svona bara einhvern veginn lingo í þessum hóp, ég og Sim og Jói og Sveppi og svo Pétur og allir þessi gaurar einhvern veginn og Auti og allt þetta gengi. Og svo einhvern veginn farið þeir að skrifa þess að þætti og Pétur og Dóri Gylfa sem lék náttúrulega Kitta Casio, gerði ódöðlegan. Ert þú maðurinn á bak við Kitta Casio? Ég er náttúrulega, nei, bara rosalega ekki. Svo ég sagði, sko, ég er náttúrulega ekki maðurinn á bak við 1 nema einhvað af þessum frösum, sko. Eru pappin og mamma Nei, eru foreldræni systkini. Eru foreldræni systkini? Já. Guggur að smíða geimflugur og foreldræni systkini og hvaða tegund að steikast þú og allt það, sko. Þannig að ég man þetta bara það. Ég er að vinna bara hjá það sem er Sena í dag, sem er bara skífan þá. Og Pétur byrði mig bara að hitta sig og Dóra Gylfa þar sem þeir reyna að skilja þetta Ólafs Ragnars, þetta hnakka FM einhvern veginn sem var búin að líma á okkur gaurana þarna, sko. Þetta skilja bara lingo og hvernig karakter Kitta ætti að vera og þá voruð með þessa senu þar sem að Kitti mitt æðir inn á bensinstöðinu og Jón Gnarri með úðabrúsan, sko. Brettinni heila mér, þetta er svo frábær sena. Já, hann byrja bara, eins og ég segi, hann byrja bara urða út úr sér einhverju frösum og alveg saman hvort það er gefa Bjarfræðsson einhver annar, þú átt bara ekki breyk, sko. Og eins og ég hef alltaf sagt við alla, talið bara við Pétur og hann útskýrir þetta best einhvern veginn. Hvernig þetta var bara, eftirminnilegt eitthvað það var eitt þegar Pétur er einhvern veginn í útsendingu, hann reyfi þetta sjálfur upp í einhverju spjallhætti fyrir 15 ára síðan eða hvernig það var 10 ára síðan. Og þá sagði hann, sko, það var einhvern veginn í útsendingu, hann var einhverjum hlýraból sem var geggja sáttuði nýbúin að kaupa, sko. Ég kem inn í hljóðaver og þá var ég dagskrárstjóri Mono á þessum tíma, hann er í útsendingu og ég segi ekki neitt, svo bara horfði ég svona á hann, benda á bólinn sér dánabú. Þannig hann gati ekki að hafa keypt sér hann, sko. Hann hlýtti ykkur að bara fengi gefa honum úr dánum. Hann nefndi þessa sögur, hann var bara orðlaus, hann hafði bara ekkert kompa. Geggja stoltur í nýjum ból og ég bara bendi dánabúi. Hann gati ekki að fara út í búð og vali sér þetta sjálfu, sko. Þannig að Pétur ríf þetta einmitt upp mjög skemmtilega. Svo var ég önnur sinni einhvern veginn í vaktinni, það var nú bara beint ekki á einhverju djammi sem við vorum á einhvern veginn á B5 eða eitthvað og fórum út að borða, ég, Pétur og Auti og allt þetta gengi. Og hann kom einhvern veginn inn í einhver svona köflóttri, kúrekalegri skýrt og eitthvað annað. Ég bara
benti bara aftur bara hvað er Hallbjörn Hjartar bara fyrir utan bera ofan eða svo bara rataði það bara inn í held ég minni með fangatn þegar Ólafur Ragnar fór að hitta Kidda Casio þannig að þetta var bara svona lingu og Pétur náttúrulega bara lýsir þessu bara best einhvern veginn en það var sem sagt já, bara titlað frasafræðsla í sagafilm og ég man ennþá bara eftir, ég stóð bara inn í skífu þegar sagafilm hringdi í mig og bara hvað ég var að kalla þetta Já. Ég veit það ekki, bara frasafræðsla eða eitthvað Mér varst best samt sko er ekki pappin alltaf mamma þín? Nei, hvað var það þér? Var það Birgitta Haugdal? Þegar það sagði þetta Birgitta Haugdal Já, nei, ég þarf að kíkja aðeins niður á smurtu Já, svo líka bara þegar Er ekki pappin alltaf mamma þín? Þegar Ólíkir kom inn á bensinstöðun og hvað er þetta að gefa þessu, Malbygg eða? Og svo var búið að fullkomna þetta fannst mér í fangavaktinni og bara enn og aftur eins og ég sagt bara frá þess að seríu kom út ég kom ekki nálægt neinum skrifum að einu ég var bara beðinn um það sem er alltaf mjög, eða þið spáðu að byrja það, mjög skrítið samtali eiga þegar framleiðslu fyrirtæki hringir í þig og það er einhver þróun í gangi í okkur verkefni og þú ert beðinn að setja niður á blað hvernig þú og vininni talið og sérstaklega bara hvernig talaru og maður bara svona, Já. En svo var ég farið gegnum einhvern harðan diskun daginn á tölum minn og þá fann ég actually skjali sem ég skrifaði og bara 99% því rataði svo endanum í þættina sko. Sem bara einhver alls konar, einhver þvæla guggur og þetta hitt og annað og svo framins svo frábært þannig í fangavaktinni var ekki Ólafur Darri Þröstur Hjörtur hvað áttur að vera týpurir og svo var Ólafur Ragnar svo óbúslega ánægð með matinn í mötunundin og hrauninu sko, og þá bara hvað er Siggi Hallundi borði þetta er allt einhvern veginn bara svona þetta er svo frábært þetta bara frussar þessu útregn og Pétur náttúrulega bara gerði þetta hlutur alveg ódöðlegt sko. En svo eins og hann sagði þegar margir að spurta hann okkur kom ekki sería bara Ólafur Ragnar Ólafur Ragnar bara hann þarf að vera í kringum annað fólk annars er hann svo flatur sko. hann var svo góður að láta Georg búlja sig og svo alltaf með hinum vini sínum og svo bara í kringum hitt fólki sem hann alltaf hittar sko. Þannig en bara frábært að eitthvað sandkorn í þessu verkefni sko, þú veist. Algjörlega, meiri sandkorn myndi segja. Já, en við viljum líka hrósa þér sérstaklega fyrir aðra frábæra þætti, jarðað fyrir mín. Já, takk. BKS, í flugjum daginn. Ég tók bara alla seríuna sko. Já, alveg rétt og takk Æslandir fyrir að sína jarðað fyrir mín í. Já, og ég fór bara að skæla sko. Já. Kona hélt bara að ég væri að fara að uppljóstra einhverju sko. Það var bara að koma uppgerð í 30 svetum. En er ný sería Víkjærða? Já, bara miklu meira það. Sería 2 sem er framhaldið verður frumsýnd páskana. Þessi kemur í heild sinni inn í Sjónvarps Símans Premium á miðvikudegi fyrir skírdag. Okay. Hún heitir Brúðkaupið mitt. Við erum búin að jarðalata, við ætlum að gifta næst. Já. Þannig sem að bara aftur 6 hálftíma þessi þættir. Og við erum byrjað að skrifa seríu 3. Ok. Á hann ekkert að deyja? Ég get ekki, ég ætla ekki að segja meir. Nei, ok. Þannig ég einhvern veginn sá þetta alltaf upprunalega fyrir mér í einhverjum 3 seríum, en svo margt búið að breytast einhvern veginn. Já. En þetta er eitthvað svona eitt af þeim verkefnum sem ég þykir hvað vænstum. Já. Þetta var náttúrulega, ég held ég að tekið fyrsta kaffibolla með Latta 10 árum áður en að þegar sinni var frumsýnd, þá var akkurat 10 ár liðin ég tók kaffibolla með Latta. Það voru lengi í pípunum. Já, þetta er góðar hugmyndir neita að deyja, segi ég. Þetta var alltaf, ég var búin að fara nokkru sinnum og pitcha þessu á alla sjónvarpsstöðvar. RÚV nokkru sinnum, Skjá 1 sem þá var Stöð 2 nokkru sinnum og alltaf bara nei, svo bara svo voru þetta bara aftur á skúfuna og ég og Raggi Eyþórs vinur minn, pródusant og allt múlið maður á RÚV, toppmaður við erum alltaf reglulega að kasta svo mill okkur og einhvern veginn átti að vera bíómynd og svo átti að vera sjónvarpsþættir og svo aftur bíómynd og svo framvegis sko. Og svo kannu bara neita þetta að deyja, þetta var alltaf að poppa upp einhvern veginn aftur. Stórveldi ætlaði nú að framleita með mér 2012, ég mitt á með Dignusi og Hugi, Halldórs og Sim og Jóa þeir allir og þá mitt fekk ég frábæra synjun frá Kvikmyndasjóði fyrir handriðastyrk og öðru. Já, það blaði einhvers staðar ennþá, þykir mér vænt um það líka. Og en svo þegar þessar veitur allar fara af stað, þá svona kviknaði ljós hjá mér og ég fór að hitti Pálma Guðmunds við minn við tökum svona 2 ári einhver svona luncha eða kaffibollaspjall þar sem við svona slúðurum bransan 97% og ræðum svo kannski business í 3. Já. Og þegar ég skildi betur bara hvernig efni hann væri að leita að fyrir viðskiptavinni sína og viðskiptavinni Símans, þá svona hörðu, ok, ég ætla að dusta ríkja þessu í síðast sinn. Ég ætla að taka eitt ránd í viðbót. Og ég fekk bara hönnuð vinn minn. Breyttirðu eitthvað? Já,
svona bæði og ég bara skeila þetta niður alveg svaklega, ég bjóð til svona sálmaskrá eins og þú færði aðmynda þú verið jarða fyrir fólki nefnir bara mynda latta framan á svo bara hérna fæðingadörna svo bara dáin líklegast vor X eitthvað í sjónvarpi Símans svo bara svona niðurbrot á þættina og útskýrum aðeins konseptið og annað og þetta fór bara fyrir framkvæmdastjóri Símans og annað og svo bara kom bara græntljós og Pálmi unni mikið með Kristófi Dignus í gerðin tíðina og ég og Dignus erum miklu félagar þannig að hann hafði alltaf verið eyrnamerktur hugmyndin einhverjum árum áður þannig að úr var það við tvei förum inn í Glass River og sem eru miklir vinir mínir og við og bara, serían verður til og úr verður þetta skrifherbyggi sem var hrikalega flott sem var ég, Raggi Eyþórs, Hekla Elisabeth, Dignus, Sóli Hólm og Baldvin Zeta og skrifherbyggi bara, þar mótu við bara söguna Ekki verður að hafa Hólmaranna líka Nei, alltaf bara frábær og líka bara alveg eins og Benedikt karakter latta í seríunni það er Sóli Hólm hérna greins með krabbmein og búið sér til náttúrulega uppistand upp frá þeirri lífsreynslu og með frábært innleik inn í herbyggju og þessi herbyggju eru skemmtilega því að þar bara mótu við sögun á bak við hvert þátt og hvernig þræðirni fari í gegn og annað og hvaða karakter að koma inn í þetta og það bara gekk ótrúlega vel og þetta sló með hjá Símonu þegar þetta komur hann út fyrir 5 ára síðan. Við verðum aðeins að fara í gegnum þessi skrifherbyggi af því þau eru svo áhugaverð sko. Já, það finnst mér. Við ræddum þetta síðast. Eftir að Office kom að Netflix þá spændi ég það í mig og ég fór að horfa mjög mikið af þessum fundum þar sem voru bara að sitja og skrifa. Hvernig er þetta ferli hjá þér? Þetta er bara nákvæmlega þannig, bara svo núna erum við að skrifa seríu 3. Þessi brúðkaupið mitt á minnkaði herbyggið, það er ég, Dignus og Hekla Elisabeth sem við skrifum brúðkaupið mitt. Núna er ég, Kristófi Dignus og hún heitir Karen sem er frábær, var að skrifa venjulegt fólk 4 og er núna að skrifa venjulegt fólk 5, er með okkur inn í herbygginu. Nú erum við bara, og við erum bara að hittast og það sem við gerum er mjög mikið búið að vera svona einhverju Zoom-fundir undanfarið halvt ár og skrifherbyggi í Zoom er ekkert spes. Er það nokkuð? Hefur það ekki áhrif á þetta að segja? Það var svona bara stuttur líftími og þetta snýst heldur ekki skrifherbyggi er ekki að hittast á milli 9 og 5 og keyra í sig ykkur 8 tíma. Nei, einmitt. Þetta eru svona 2 til kannski max ykkur 4 tímar, ykkur svona session, að þú dreinaði svolítið. Það er bara stanslust að henda ykkur hugmyndum upp á hillu, vera að ræða og diskutera og debatta og eitthvað og líkildi fyrir mér líka í svona herbyggjum að sé einmitt ekki fólk sem er sammála allt sko. Og veislan fyrir mér svona kreatíflega sé að þetta séu þetta eru ólíkir persónleikar og komur ólíkum áttum. Það er það sem býr til mesta og besta kjötu og beini finnst mér sko. Sorry. Nei, aldrei, svo er ég að þróa annað núna leikiverkefni fyrir Síman sem er 8 þátta sería leikinn Dauðan sem við erum að núna þróa og þar er ég, Kristófi Dignus og Hildur Knúts rithöfundur sem er hrikalega klár þannig að þar erum við bara svo núna á 5. og 1. og við fara að hitta sem heitir 9 og 1 og cruncha söguna bara hvað á þetta vera, við komum svona grófa beinagrindaði hvernig við sjáum þetta fyrir okkur og svo ætlum við bara að fara að cruncha þetta aðeins meira og þessi herbyggi eru bara ólíkir einstaklingar inn í herbyggja að reyna að búa til skemmtileg TV, hvort sem það er grín, drama, hlæja, gráta, hvað sko, þú veist, alveg svo, bara sama hvað það er sko. Já, þú veist, það er allir með hugmyndir þarna, er þetta bara, er eitthvað executive, eru menna að læsa hotnum hana bara upp á hugmyndir? Nei, þetta er rosalega... Hvernig er andrumsloftið þetta? Það er bara allir hlæjandi... Nei, þetta líkitinn er náttúrulega að finna fólk sem getur unnið saman. Þú finnur það rosalega fljótt ef þú getur ekki unnið með einhverjum. Þannig að eins og þessi 6 manns inn í herbyggi er náttúrulega svolítið stórt eins og í jarðarförinni. Þurfti bara inn í það þurfti ekki inn í framhaldið. En líkitinn er að finna einmitt hópa fólki sem getur unnið saman og getur verið í þessu ping-pong samstarfi sko. Að því svo ferðu út úr herbygginu svo eru bara með sameiginleg skjöla sem að dæla inn hugmyndum og eins og ég segi við í flestum verkum sem ég tek að mér, ekki bara þessum skrif er bara í svona ferli, þá eru basically bara allar hugmyndir góður hugmyndir þá getur að herbyggja ákveður eitthvað annað. Það er bara alveg sama hversu kjánulegt það finnst ég með bad pitch og þá bara dæla í öllu frá þér og fólk þarf að vera ófeimið og bara alveg sama hversu kjánulegt það því að þið kannski finnst eitthvað geggja í dag svo bara fyrir heim komum tilbaka eftir 2 daga, eftir helgina eitthvað þetta var bara ekkert svo frábært á föstudaginn en samt þú hefi peppaði fyrir því á föstudaginn sko. Þannig að lykillinn er bara að vera með fólki sem þú hefur gaman að þið vinna með og mín mantra bara í
síðustu 10 ára bara, númer 1 og 3 koma mér á þann stað, ég geti verið í skemmtilegum verkefnum með skemmtilegum fólki. Og þessi skrifherbergi er það svo sannlega það, sko. Þegar ég var í sketsagerð í Versló, þá vorum við oft með eitthvað efni sem okkur fannst alveg drepfyndið. Bara grænjum og hlatri. Svo komum við upp á stóra skjáin. Skilaði sér Ekki múk. Nei. Og svo eitthvað annað sem var ekkert fyndið, sem var bara á grænjum og hlatri. Tengir við það? Já, og svo líka bara einhvern veginn, svo varst mér náttúrulega rosalega skrítið að sleppa einhvern veginn takinn af verkefni. Svo það fannst mér mjög sérstakt. Ég ætla búin að í áratugi að prómótera íslenska afþreyingu. Alls konar leikrið, alls konar bíómyndir. Ég held að Ísland sé meira og minna búin að prómótera nánast svona 90% af öllum íslenskum kvikmyndum í 10 ár. Þannig ég er búin að vera mjög oft hinum með borðið. Það er bara svona verkefni sem ég ráði ný, þykir væntu allt það, en svo bara áfram gakk svolítið. Þannig einhvern veginn, ég var á Akureyri hjá tengdafjölskyldu minni að horfa á jarðarförin mín þegar serían kom bara með þetta familjónu. Ég var bara svona í pínu geðsræningu, sko. Það var mjög súrrealist fyrir mér, einhvern veginn bara eat og play. Þetta er bara 6 þættir, 3 klukkutímar á efni sem að ég í herbyggi með frábæri fólki var að búa til og svo bara bíði eftir að Íslensk Kosmos taki við og hvað segið svo Twitter og svo framvegis. En ótrúlega þakklátt eftir á það, ég bara ennþann dag ekki ennþá lesi eitt neikvætt orð jarðarförina, sko. Og allir bara svona heilt yfir ótrúlega sáttir, sko. Já. Og bara sáttir við tilfinningunni í þessu og eins og mynd. Þegar að hugmyndin fættist, þá vildi ég alltaf, bara hugmyndin fættist, Latti. Því ég elska þegar gamanleikarar fari yfir í drama, Robin Williams, Jim Carrey, fullt af þessum gaurum, sko. Will Ferrell með þessi, Adam Sandler með þessi góður í því, sko. Að mér er bara Latti einhvern veginn, tala nú ekki um að það, minna síðustu helgi var hann með 75 ára sýningunni sinna og mókseldi nokkrar og er bara algjör góðsögn í lifandi lífi. En mér fannst hann bara, ég vildi bara fá að sjá sjónvarpsseríu þar sem Latti leiðir og frontar og er bara leikarinn Þórhallur Sigurðsson. Við erum búin að hlæja með honum í 60 ár eða eitthvað, sko, 50-60 ár. Ég vildi bara því hann er frábæri leikari, sko, og skilar þessu hlutverki alveg ótrúlega vel. Mér langar að skjóta hans inn með Hjalta, því að það er örugglega geggjað að vinna með svona legend. Ég hitti hann Rauður ljósum daginn og hann var bara okkur Hyundai Santa Fe. Og maður hugsa bara svona, gaur sem hefur fært þjóðinni svona mikla gleði bara í 100 ár. Af hverju þessi gæði ekki moldríkur? Af hverju er ekki businessin þannig? Já, algjörlega. Ég meina, af hverju er ekki svona menn á rífandi háum listamannalaugum eða heiðursmannalaugum eða hvað þetta allt sem hann heitir, sko. Það er náttúrulega heiðursmannalaugin, en minna, ef einhver ætti að vera Guðmund Almáttugur þá ætti að vera Þórhallur Sigurðsson. Ég meina, hvað er maðurinn búin að færa þjóðinni á síðustu 50+ árum, sko. Guð minn góður, karakterarnir og annað og ótrúlega, sko. Og dásamlegur að vinna með, sko. Því líkur fagmaður og bara allir á settinu og Dignum sem leikstjóri og allir bara hann er ótrúlega, sko. Ég held að hann hafi verið uppskera ágætlega fyrir þessar Lattasýningar, sko. Já. Það er svona few and far between samtaldi, sko. Það var með Latti 60 ára og Latti hérna 70 og eitthvað, sko. Já, en þetta er alltaf bara kannski ein útbókun á 10 ára fresti. Nei, reyndar einhver sagði að Latti er búin að 60.100 sinum, sko. En Páll sko búin að 50 í 2 ára. Já, algjörlega. Þetta er búin að alveg rosalega skemmtilegt verkefni og gaman líka bara að sjá að það heldur áfram og þetta samstarf mitt og Dignusar og fleiri við Glacier River, þeir hafa verið svona go-to framleiðslu fyrirtæki mitt í þessum verkefni sem ég verið í, sko. Þannig að vorum að gera Glaumbæ með Bjössa Stefáns og erum á jarðarförinni og brúðkaupið og erum að þróa seríu 3 og erum svo að þróa svo annað og meira sem að ég þarf að ræða bara viku því ég kem í næsta spjall, sko. Ef þetta tekst ekki upp. Ég sýnist þú ekki að Viktor... Nei, Þú er að hætta að stríða mér, sko. Alveg að fara þetta. Þetta ána með að þið er stressan að ég fyrir þetta spjall. Já, að því í Vestavall ertu bara að blara við okkur, skilur við. Í Vestavall, sko. Já, sem er bara gaman. Já, mér langar, eða okkur langar að ræða viðskilnaðinn við Lemon. Já. Var hann blóðugur? Já, hann var það. Já. Mér þykir ótrúlega vænt Lemon. Bara frábært vörumerki, ég tek ofan fyrir því hvert það er komið í dag, því það er kraftaverk. Það er bókstaflega kraftverk að Lemon sé komið á þann stað sem er í dag, komið inn í Haga, verið að fara að opna í nokkrum haggursveislunum og opna út um allt og bara stórkostlegt verk sem búið að vinna þar sem þetta færi svona 4 ár. Finnst þér að hafa vaxið eftir? Já, alveg bara, ekki bara vaxið, það er bara kraftaverk að Lemon sé til í dag með hver þetta stóð, sko. Þetta hékk bara á bláþaræði og ég kem náttúrulega inn í þetta hérna, opnar 2013 minni mig og ég var aldrei á leiðin inn í einhvern veitingabransa, sko. Aftur bara nálgast ég bara verkefni með langar bara einhvern veginn heillar af þessum Joe & Juice stöðum og Pretty í London og Jamba Juice og hvað allt sem hann heitir, sko, það er endalaust út í heimi
og þáverandi viðskiptafélagi minn og þáverandi vinur minn var með samskonar pælingar og úrvarð Lemon sko. Og svo bara nokkrum árum seinna þá fór allt í viftuna og alls konar óheiðarleiki og þvæla og bull og rugl og kom upp á yfirborðið og það bara einhvern veginn, urðu bara vinaslit og leiðindi sko. Já, þáverandi vinnuðin, segirðu. Já. En í dag... Já, ég ætla svo sem ekki að Nei, en hvað... Sorry? Já, ok, bara... Það er ekki að fara út í saumar og öllu þessu dæmi. Þetta var svona stærsti skóli lífsmins allavega í þessu sko. Bara fyrstulega bara út í hvað verkefni maður fer í með hvaða fólki og ég bara... Voruð þið vinir áður en það? Já, ég bara vinir í 20 ár sko. Ok. Alveg bara en ég hef búin að fá fullt, ég bara sjálfur mér kemti því, bara svona einhvern barna, svona svolítið naív, barnalegt að mér einhvern veginn að hlusta ekki á þær viðvaranir sem ég fekk áður en ég fór í viðskipti með þessum einstaklingi sko. Ok. Þær kom úr mýmörgum áttum. Já. Þannig og þá var heldur, og allir sögðu bara, það var ekki spurningum hvort, heldur bara hvenær þetta færi í viftuna sko. En af hverju samt var ekki þá bara option að gera þetta bara sjálfur, þú vildi fá með þér í? Ég meina, ég er náttúrulega bara, ég er engin kokkur, alveg svo þegar Blackbox verður til og það aftur frábært verkefni sko. Það er bara Viggo Bakari kemur inn með það og ég sé bara fyrir mér einhvern heim sem fólk á að labba inn í. Eitthvað vörumerki, einhverja takta, einhverja stæla, einhverja signature hluti sem hefur verið á staðinum og annan til að skapa eitthvað svona upplifun. Ég veit bara hvað er gott í bítið sko. Ég er frábær kokkar heimi hjá mér. Já. Ég fara að þróa okkar hugmyndir einhverjum samlokum eða djúsum eða pizzum eða þessu eða hinu sko. Ég get alveg hafa skoðun á því að það settur frá mig og ég get kannski alveg búið ykkur í fínt grill í sumar og gera góðan geggjan burger. Já, verður klár. Já, takk. Þannig að en á öðrum kosti einhvern veginn, þá þurfti ég bara eitthvað með mér í þetta og við bara fórum í þetta og alveg svo þegar það kom að ég að búið til Blackbox, það var bara hugmynd sem ég hef búin að vera með í mörg ár og nálgaðist og Viggo Bakari kom með mér í það og Jóhann Friðrik vinur okkar og úr var Blackbox sko. Ég hef aldrei gert, Lemon hef aldrei verið til ef ég hef bara gert það sko. Saman með Blackbox sko. En hvað, ok, við förum aftur í The Beef. Nei, þú segir þetta líklega bara eitthvað besti skóli sem þú verið í, er þetta þá bara treyst ekki öllum eða er þetta meira bara einhver mistök sem þú gerðir eða? Bara bit of everything, svolítið sko. Bara svona blanda. Fyrstulega bara hlusta á fólk sem þú treystir ef það er að veita þér ráð það með hvað fólki átt að fara í eitthvað ferðalag og og svo bara einhvern veginn ég bara treyst á mikið einhvern veginn held ég. Ég var bara ekki nógu mikið með tök á sem ég bara þann hlut sem ég átti í þessu og annað og ekkert bara ég, það voru fleiri eigendur á nynni. Þau sem eiga Lemon í dag hún var búin að vera rekstrarstjóri með okkur frá upphafi og það voru öflugir ráðgjafar í kringum fyrirtæki sem að það var ekki bara ríkjum og mér, það var bara í öllum sko. Þannig að það var svona röða fólki sem var bara sem bara plata sko, tölum bara íslensku. Já, og hvað, Svo bara kemur alls konar í ljós sem bara verður til þess að upp úr öllu slitnar einhvern veginn og fyrirtæki bara þurfti að róa lífróðu til þess að bara lifa af. Já. Og fekk svona stóran part af hlut tilbaka sem hann tókst að selja og fá nýja hluthafa inn og svo var bara búið að vinna bara grettist taka því að koma fyrirtækinu á þann blómlega stað það sem er í dag og það eru frábærum stað í dag sko. Já. Þannig að og aftur bara mér þykir ótrúlega vænt þetta vörumerki sko. Já. En hins vegar og mér þykir líka vænt innan skóla því að annars hefði ég bara þetta hefði bara haldið áfram, þetta hefði ekkert stoppað sko. Þannig að aftur bara skóli, talandi street smart og skóla lífsins og allt það sko. Þetta er doldið eins og skóli sem við lendum í Ítík á Rekk með JGG, skilur við munum aldrei lendið aftur. Nei, þið munum aldrei lendið, þá hugsa ég bara, hörðu, við gleymdum Ítík á Rekk með JGG, þannig að ég veit það aftur. Nei, en bara í grunninn í dag, að því að mér er ótrúlega gaman að búa til hluti, skapa hluti, það að búa til skemmtileg vörumerki í veitingabransunum, ótrúlega gaman. Lemon, Blackbox og Juicy og gott að býta í það sko. Algjörlega, og inn í því samstarf, ég meina gleðipinnadrenginu komni þar inn sko, Jói Ásbjörns og Gummi Auðuns og C.J.O. og ég og Ásbjörns vorum að þekkja síðan sko 97 eða eitthvað sko og alltaf vorum svo í útvarpinu á svipum tíma og það allt saman og bara vinir ótrúlega lengi og þeir eru náttúrulega bara fast food veitingastað kongandir, eiga bara leikinn ótrúlega öflir og Guðmundur Auðuns sem er með honum í því og það er bara frábært samstarf sko. Og það bara aftur bara góður skóli en svolítið í hináttina bara miklu meira jákvæðnir og var alltaf á borðum og allir svolítið svona blaðsíu sko. En var Lemon bara á Barmi gjaldþrots eða? Já, Barmi það bara ekki eitthvað guðvonu sko.
En bara aftur, bara ég tek ofan og það er frábært að sjá hvað er búið að takast að gera þessi og að því að minna Fía sem er inn í framkvæmdastjóri, hún er búin að vera þarna frá fyrsta degi og var með okkur allan tíman í gegnum þetta. Svo koma hún og maðurinn inn í þetta 2015 og svo vina hjá þeirra aðeins seinna. Þannig og svo bara sigldum við í þessari súpu sem var skilin eftir aðeins saman. Þannig þannig að sko. Já. Og hélt ég ætla ég að fara í fleiri veitingastæði? Alls ekki, ég bara einhvern veginn sá fyrir mér þessa pizzastæði sem voru að poppa upp eins og gorkulur í Bandaríkjunum sem voru þessar 2 mínútna pizzur. Og þá okkur neginn, þá fór ég fyrst í ég og Hallur Dan og Jóhann Friðriksson með Londromat á sín tíma. Ég og Hallur Dan alltaf mikli vinnir og svo fór hann út af því einhvern veginn og ég og Jóhann Friðrik og hann kom með Viggo bakar inn og Viggo náttúrulega núna, hann er nýbúinn að opna Héðinn veitingastað, geggjaðan veitingastað. Frábær staður. Alveg trilltur sko. Og þarna Hygge bakari og með fleiri plön og svo einhvern veginn, og úrvarð þegar við 2017, þá bara úrvarð þessi skemmtilegi pizzastaður sko. Já, og leiðrétt með bröður ef við erum ruglað þarna, ég var að labba þarna fram í dag, er þið ekki að flytja í eitthvað nýtt hús? Jú, við fluttum núna í byrjun, fyrir mánuði síðan, þá fluttum við í rauninni að því að Krónan er að koma inn í Borgartún 26, þar sem að vínbúðin var, fylgifiskar og Blackbox. Þannig að við fórum og krambúðin er farin og við erum komin í það rými. Og þar er núna bara Blackbox og Juicy og flottur svona 30-40 manna salu fyrir innan líka og bara fer bara ótrúlega vel að stað og skemmtilegt. Jú, Borgartún er líka lifnað við eftir þessa COVID-þælu og alltaf bara 70-80% eða meira af Borgartún er bara búið í ykkur fjarvinnu í 2 ár. Já, er þetta ekki samt dýrast að lega landsins bara? Nei, við erum alltaf bara í rosalega góðum feeling með Eik sem á húsið og þeir eru þakkláttir fyrir að vera með Blackbox í húsinu og voru okkur mjög þakkláttir að vilja að færa okkur, það var ekkert gefið heldur. Fylgifiskar lokuðu bara og eru bara með verslunum sínum Nýbúlvegi og voru bara við erum bara í góðu samstarfi þarna sko. Þannig að það er skemmtilegt. Hver er uppáhalds samlokuðin á Juicy? Fyndi, ég var það í dag sko, ég fyrir crispy chicken, ég er rosa túnagæði sko, spicy túna, en mér finnst þessar crispy duck lokan, hún er rosalega vel heppnuð. Er mjög góð. Það er bara sem að Viggo, partnerinn minn hann er fáránlega góður þarna, hann er bara sturlaði fagmaður, konditori, bakari, var í kokkalandsliði 12 ár, þar af hann framkvæmdastjóri í 2 ár, þá var hann basically bara þannig skiljið konceptið, þá var hann að öskra á bestu kokka og bakara landsins, hvort það sé nóg, er þetta í alveg það besta sem hann gerir sko? Getum orðað þannig að ég var ekki að keppa á hann. Nei, og ekki ég byrju fyrir sko, hann er rosalegur fagmaður og bara þessi brauð og útfæstur og annað, þetta er allt hann sko, svo set ég þetta bara ykkur umbúðir og líti líka álvarík og plugga sig og segja fólki bara þessi frábær hugmynd að koma í Borgartún og fá geggjaða pizza og geggjaða djús og samlokur sko. Ég held ég að rætti þetta senast. Ég veit ekki, við tókum ekki upp. Já, Matöll var svo bara planta beint fyrir framann ykkur. Já. Gott eða slæmt. Bara frábært fyrir hverfið, við fundum alveg fyrir því í upphafi, það er nýjabrum á öllu, það var nýjabrum á þessu þeirra Blackbox opnaði og alveg þeirra Lemon opnaði á sín tíma. Íslendingar eru furðulega spennti fyrir því að smakka nýja prófa nýja veitingastæði. En svo er þetta bara að enda þannig að þessi bara Matöll bara hverju íbúðagötu sko. Það er nú fleira að fara að opna, það er nú fara að opna vini mínu Svenssenbra er að fara að opna og Velding & Co að fara að opna allar ótrúlega spennandi Matöllanir í miðborg, pósthúsið. Já, einmitt, já. Það verður ekki til betri staðsetning allavega. Nei. Ég meina, svo ertu með upp á Höfða og Granda og Hlemmur og ég finnst ennþá Hlemmur einhvern veginn best hefnuð, það er svo mikil rómantík í húsinu sko. Já, samanlega því. Og svo fór það frábær Matöllan í Selfossi og Hveragerði er brjálæslega vel hefnað í gróðurhúsinu, talandi um vel hefnuð konsept. Reyndarleifur sko, ég myndi ekki bara á neinu stað á Selfossi nema Kaffi Krús. Nei, Kaffi Krús er frábær stað sko. Ég myndi ekki snert þessa Matöll. Nei, ef ég ekki tóma rétt, það var nokkar staði þar lendar. Já, ég meina auðvitað hvort sem það er Blackbox og annað, auðvitað fann hverfið allt fyrir því, það var komin bara einhverjir 6, 7, 9 veitingastæðarinn inn sko. En frábær valkostu fyrir fólk í Borgartúninu. Já, ég láttu mig það ekki. Bara einhverjir, þú ert þarna. Já. Þú er ekki svona glæsilegur í jakkanum og verður tróði í pizzu með Subway alla daga sko. Það er máli og ég líka maður setur meiri pressu á kokkin í mötunundinu sko þegar maður er með þetta til hliðar sko. Já. Það er bara þannig sko. Já, ég meina, og ég er tíður gestur þar líka, bara elska að fara á hipstur og fá með fisk og fleiri koncept sem eru mjög skemmtilega, Júsú og fleira sko. Þannig að við fundið fyrir því, er það ná einhverju jafnvægi? Ég held að sjá það bara nú næstu mánuð þegar Borgartúninu verður svona aftur eðlilegt á næstu vikum. Svona ára við siglum í sumafrí. Herri Leifur, getur við aðeins tala núna um Jordan Belfort? Já, takk, ég var að bíða eftir. Já, vá, við rættum þeim í síðast maður. Já.
það var áhugavert verkefni. Þannig að það ekki senast þátt. Nei. Það var mjög áhugavert verkefni. Og talandi að það er eina verkefnið, ég tekið stærsta högg tap á. Það er Belfort. Því ég einhvern veginn, og fyndi einhvern veginn hvernig maður svona veður einhvern veginn áfram, sko. Sorry, ég gripið fram fyrir þér. Við vorum með Heiða Guðjóns senast þetta. Og hann talaði að versta fjárfestingar sem var námugröftur í Afríku. Námugröftur þinn í Afríku, það er Jordan Belfort. Basically, já. Hljómar nefnilega ekki, nei, það var óskandi að það væri skemmtilegt að væri, námugröftur í Afríku eða gull á Grænlandi eða eitthvað staðar eða olía á Drekasvæðinu eða eitthvað. Mér finnst þetta heila bara ennþá. Já, en að flytja inn eitthvað fíkni neytanda sem að sigraði Wall Street, mjög óheiðilega eða ekki. En ég minna, þar bara, ég fór bara frábæra bíómynd sem er náttúrulega episk og ég er búin svona nokkur sinnum. Sem að vakti bílað umtal. Já, bara bílað umtal og næst í 40 manns á í bíó og bara frábær. En svo einhvern veginn fannst mér bara, gaurinn bara, að því að það sem hann var að presentera var bara sölumennska. Það er ekki svona að koma og kenna öllum að stela. En það einhvern veginn varð umræðan. Allt í nú var í óspurðum fréttu farin að svara einhverjum prestum og einhverju fólki sem mætti bara í bylgjunni einhver viðtöl að tala það að þessi gæi var að fara að mæta og hélt bara að verðum að fara lóðbeint í hrunið aftur bara því að Belfort var að fara að lenda sko. Ég held það. Já, akkurat, þú helst það líka sko. Þannig að en viðburðurinn sjálfur var alveg skemmtilegur og það var mjög gaman, og ég á frábæra sögur ég flög í þyrlu með honum og hann lendi, hann tók yfir af flugmannunum og hann lendi inn upp á Eyjafjallajökli. Eins og í senunni í myndinni. Já, það var þetta aðeins mýkri lending sem betur fyrir mig og hann var það edrú þarna, hann var ekki út úr kveilúta sko. Þannig að en aftur, þetta var bara svolítið skóli, þetta var bara stórt og mikið og dýrt en það sem ég gaman að ég ræða við hann og hann var mjög áhugaður, hann var á köflum bara pínu svo teiknimyndafígúra sko. Hann sagði mér það var svolítið gott hann sagði að lifnaðurinn hans var bara $500,000 bara leið og fyrsta mínúta á fyrsta degi mánaðarins búinn. Bara $500,000, takk, bara 60M. Shit. Bara lifnaðurinn. Það er ekki til fyrir því, það er bara lifnaðurinn, bara basics. Ímyndið ykkur. Og mér er svo áhugavert þegar hann kom inn og maður spjalla mikið saman. Og þetta er mjög áhugaverður karakter og hvað hann búin að ganga í gegnum. En hann skildi ekki Ísland. Það bara registeraði ekki hjá honum smæðin. Nei. Hann bara býttu til 350.000. Hann spurði mig margótt út í þetta. Ertu að trolla mig? Hann bara, er ekki allir bara að gera eitthvað á netinu? Hvernig getið þið verið að selja, þetta er bara lítið hverfi í New York. Hvernig getið þið búið til businessina sko? Hann bara fatta ekki. En svo fór hann að heyra, verið að líta olíu. Þá svona komið dollaramerkin í augun á hann sko. En hann tengdi einhvern veginn ekki. Hélt bara allir á Íslandi sem væri í einhverju rekstri væri með netverslanir að selja út í heim. Já. Bara því að mengi væri svo rosalega lítið. En hvernig það, við langar að tala meira um Jordan eftir, en hvernig það samt, að því þú segir þetta, þú hefur tekið á þetta tap. Hvernig virka það sko, þú ert bara pluggari og þú náttúrulega bara færði eitthvað, líklega, þú veist bara eitthvað x verð fyrir að fá hann inga til landsins og þú bara selur eitthvað miða og þetta er bara starfhættið sem gengur upp eða ekki. Akkurat. Hvernig getur þú tapað á því? Eða hefur það ekki bara cancelað þessu eða? Það var bara komið point of no return sko. Já. Þá þurfti bara að taka það á kassan og halda þetta og taka höggið. Okay. Það var bara ekki hægt að cancela með hvert það var komið sko. Já. Ég glaður gert það. Já. Bitur fyrir þér og það er gott að vera vitur eftir á og aftur skóli. Þetta er líka bara einhvern veginn bara við og með þetta áðurnum með tíma. Þetta er alltaf bara það, öll miðasala er það. Alveg nánast sko. Fyrir utan kannski þegar Ísi vinur mín í senum live kemur með Ed Sheeran og veit bara hann selur 10.000 miða eða Bieberinn eða hvað sem er samt í rauninni gali miða við aftur smæðin okkar en þarna trillust við. Viltu segja hvað Jordan Belfort vildi fá í pening fyrir að koma ekki til Íslands? Hann vildi fá hvað fekk hann? 10-12 miljónir held ég. 12 miljónir? Ekki einu sinni býna að segja ketti sko. Það er ekki... Nei, það er ekki neitt. Það er byttu fyrir með það sem hann þarf að rúla sko. Þannig að Já, það var alltaf morgumat við þess. Já, svo bara einhvern veginn það sem átt að vera bara, 1000 manns tróðfullt stóri salur í hásklubbi og var bara 300 manna gig sko. Já. En þetta er, talandi starfraformúluna sko. Já. Þetta er fljótt að breyta sko. Já. Hvort þú selir 700 í viðbót á, hvað miða verið varinsinn sko. Já. En, enn og aftur, þetta bara kennir manni og í einyrkja heiminu þá þarf að taka varfærin skref. Það er ekki svo ég þurfi ekki líka að svara heima fyrir mig, ég er með stóra fjölskyldu sko, ég er með 4 börn og það allt saman sko, þetta tilur allt, þannig að það er heldur betur í einyrkja heimi þarf að velja verkefni vel sem að búi til mjólk í ískapin sko. Algjörlega, mjólk í ískapin. Mjólk í ískapin, þannig en aftur því lítið baka, skemmtilegt verkefni, hefði ég verið til að losna við höggið? Absolutt sko. Hvernig var hann í persónu?
Hann var mjög skemmtilegur sko, hrikalega skemmtilegur og fannst var hillar af Íslandi og allt það sko, svo bara einhvern veginn, já, þannig að þetta var alveg upplöfunin af þessu var skemmtileg þó að ég hef tekið eitthvað tap á mér sko. Þannig að og hann, þú veist, ég ætla ekki að segja hann hafi verið eins og í myndinni, hann edrú í dag, hann var þarna þegar hann kom hingað, en ég skynjaði hvað það stutt í púkan sko. Ég fann það alveg, hvað það hefur verið heldur skemmtilegt. Ég fann svona pínu söknuð í honum sko. Þannig að það var gaman og hann vildi meina það að sögurnar í myndinni og sérstaklega eins og þegar fórum til Vegas og hvað var ekki, bachelorpartí hans, hann var stekkjaður. Hann vildi meina að það hefur verið, það var að draga úr því. Já, hann sagði að myndin væri bara brotabrót sko. Hann sagði bara þetta. Heldur hann hafði hugsað einn sem var í bachelorpartíð með einhverju gutt, núna er í þyrlu með Jóki G. Já, á Íslandi sem bara naflakuski í alheiminum. Hann vildi meina bara þetta djamarni í Vegas, þetta hefði bara verið hálf, þetta var bara orðilega evil, þetta var bara svo rómverski keisara sko. En það var og myndin var nú feikin og sko. Mjög skemmtilegt. Kemimenn. Já. Þeir elska góðan glussa. Hermann Guðmundsson er minn. Já. Miðjumaður og Hafnarfirði. Tunguhálsinn. Geti kíkt þeirra, nýra afgemir. Talaðu að Latti er alltaf 60, hann var 60 daginn sko. Já, toppmaður. Já. En talaðu góðan glussa. Menntun verður að tella sem glussi alveg eins og allt þarna. Ég og Hermann spilum fótbolta saman í utandeildinni, FC Puma, sætla minninga. Hvernig varst í sokker? Ég fínn í bolta sko, fer langt á frekjunu sko. Ég hef áttið persónuleika röskuna stríða áttið fótbolta eða geðrof, ég veit það eftir hvað kalla það. Ég geti spurt einhvern veginn Rikka og okkar fleiri út í það. En ég fór langt á frekjunni, mjög langt. Leiðilt að vera á móti mér, fínt að hafa með mig í liði sko. Ég af fræknum sigurum, ég er ekki eins og Mike að rifja upp þegar ég sett hann í vinkilinn á mölinni 92 eins og hann. Það væri samt gaman að fá einu sinni enn þá sögu af Mike-aranum. Já, það er svo langt ég hirt hana sko. Ég hlakka til þegar einhver réttur honum síma og tenni næst einhvern veginn. Það er skemmtileg saga og toppmaður. En ég var Íslands og bikameistari 93. Og hljómar alveg eins og Mike-aranum. Já, nú er ég með Mike sögu. Þegar ég og Mike rifjum þetta reglulega upp sko. Því honum finnst það mjög merkilegt. Því hann alltaf þá var hann að keppa mót okkur, þá var ég í Fram, ég veit ekki af hverju ég fór í 3 lið í öðrum flokki, HK Stjörnuna og svo Fram á eldstárunu, að við verðum Íslands og bikarmeistarar. Helga sig upp á topp, Rúnar Pál Sigmunds á miðinni, Gummi Kalli á miðinni, ég var í hægri bak, og þetta var legendary lið sko. Þorvaldur, hann upp á topp líka, geggja lið sko. Ert þú ekki maður sem byrjaði með wingback? Jú, potið, coast to coast. Svona early edition Cafu Carlos. Læt það vera. Ég er fínn í bolta og er núna bara að hlaupa ykkur að bumba mér í sporthúsinu en samt í góðum bolta sko. Þetta er ekki prentmet í hádeginu. Þetta eru góði gæjar sko. Þannig en aftur kemi og... Já, þá langaði bara aðeins að ræða menntuna þeirna. Þeir eru að hauka eftir hvað vel lærður. Hvað er þetta marga gráður og í hverju? Ég er með B-gráð í ensku. Útskrifaðist 2001, skráði með 95, var alltaf að hætta og byrja aftur út af einhverjum FM-verkefnum og einhverju sko. Svo er ég núna í ritlist, meistaranámi í ritlist í Háskóla Íslands sem er svona creative writing dæmi og ég er forsana því, ég var lengi búinn að skoða MBA-nám. Svo fannst mér það einhvern veginn, það voru bara allir og mamma að koma með MBA-gráðu. Anskotir, ég ætlaði MBA. En frábært nám, ég skoðaði vel í HÍ, ég skoðaði vel í HR og finnst það ennþá bara mjög heillandi. Þegar ég skoði MBA, ég er kreatív megin í menginu. Þannig að allur ekstra hlutin að því, ég veit það bara eftir 2 ára, ég verið búið með MBA og allar svo hópa unnu og leggja þetta allt á familínu og þetta er rándýrt og allt það, mér þætti þetta alveg jafn leiðilegt eftir 2 ár, ég bara þekki sjálf mig það vel sko. Þannig að þá hugsa ég bara, mér langar bara að fara í nám sem ég er bara gaman af. Svo ringdi ég upp í Háskóla Íslands og spurði bara, hörðu, get ég ekki bara skráð mig og bara mætt í einhvað, af því að það er ekkert endgame hjá mér. Ég er ekki að leita hverju gráðu, má ekki bara borga hennan 75-80 skall eða hvað það er og bara mæti í einn heimspekitíma eða sálfræði eða sögu eða bókmyndafræði eða einhvað og það skildi ekki spurningana sko. Ég bara hörst, það eru 15 nemendur, það munur ekki einn gæja í háskólabíó eða þessum sölumann má ekki bara mæta því mér langar bara að ná mér í þekkingu. Það er bara, Þannig að úrvarð, og það var svo sem annan nám sem ég var búin að skoða lengi, sem var ritlistinn, þá var til dæra nýbyrja þetta meistarnám sko. Og ég bara sótti mig þar, ef aldrei eitthvað kringum 18-20 nemendur og ég bara fór yfir alls konar stöf sem ég var búin að skrifa í gennum tíðina og dustaði aðeins ríki af því, lagfærið annað og neld inn og var svo bara valinn inn. Og núna bara svona svolítið að lulla mér í því, ég árinni bara loka verkefni eftir. Það verður ýmist eitthvað svona, annarkvort ætla að taka eitthvað svona smásagnar
smásagna, örsagna verkefni eða skrifa bara nokkar smásögur eða eitthvað sem sjónvarpsverkefnum sem ég er í. Þannig að það er hrikalega skemmtilegt. Það er nú bara eitt skildukúrs, svo þarf það bara að uppfylla ákveðin svona ritsmiðju hluta, svo máttu náður í kúrsa svolítið víða, ef það make a sense fyrir námi þar að segja, sko. Þannig ég er búin að vera að taka kúrsa í íslensku og bókmyndafræði og ensku og eitthvað líka. Já. Þannig að þar er námið. Kláraði FG, sætla minninga, 94, fór náttúrulega ár í Ameríku, þannig að það frestast 1 ár. Ég var skiptir yfir þar á við Rotary í Moorhead, Minnesota, sem er 5 mínútur frá Fargo. Já. Bara Midwest USA, ég var bara að pikka upp bílar og gúrikastífvel og country-músík. Erfitt að fara í skiptram í góða veru og endi í Minnesota. Já, sko, mjög fyndið, sko, við komum frá Íslandi. Þarna var versti vetur í 12 ár þegar ég kom. Ég hef aldrei séð mikið snjó á ævinni, nema kannski akkurat núna í vetur. Já. Og rosalegt, sko, og kuldinn hann bara sturlaður. Og svo kom bara 35 gráður yfir sumarið og moskítoflugur og raki og allt, sko. En þar var ég MVP í fótboltanum, talandi frækna sigra mid-90s eins og Mike. Það reyndar segir ekki mikið. Karin önrýja lélegur í fótbolta í ungunar. Það var reyndar allt í lagi þarna. Ég er ekki að segja hann að vera góður, en hann var allt í lagi. Sko. Þetta voru Karin sem voru góður. Sko. Þannig ég var, talandi nú er ég að fá smá Mike, ég var MVP og Honorable Mention All-State, sko. Já, ok, sem var skemmtilegt, sko. Það er risa reyndar. Hvet fólk til að taka hjamma þegar hann er að tala lækaran hann. Ertu búin að sjá þetta? Nei, ég verður að taka þetta. Fyrir þjálfari bjúknana í 5. deildinni. En þú varst það í FG og síðan ertu á fullu í F957 verkefnum. Myndir þú segja að þú verir maður sem kom F957 á kortið? Nei, bara ekki til einum kringstæðum. Nei? Er ég einn af þeim sem var borð í bátnum. Bakka til tónlistabíl? Bakka, já, akkurat, í betra blöndinni. Ég held að Hjörvar Hafliða leiki mig betur sem FM rödd, sko. Þannig hefur mikið tekið það ekki einn tíðina. Nei, ég minna, þetta var, við náttúrulega bara vorum rosalega margir, ef einhver á kannski mikið og stóran heiður af FM, þá var það Bússi, sko. Já. Sem náttúrulega bara góðsögn í þessum útvarpsheimu og annað, en náttúrulega núna vinn upp í hádegismóu með K100 genginu og öðru og er bara æðislegur, sko. Hvernig Rak mér reyndar minni einhvern mann, ég þarf að ræða einhvern með hann. Hvernig virka samt, af hverju er útvarp ennþá í gangi? Af hverju er ekki útvarp búið? Af hverju er ekki, sjónvarpbúið og dagblöð og þú veist. Já. Ég einhvern veginn, þetta er náttúrulega að breytast, svo sannarlega. Ég meina, hér sitjum við í hlaðvarpi sem einhverjir hlusta á. Ef að takkin þú rauður að segja. Nei, Leifur ítt á hann aftur. Þannig að það er ekki svo fjölmiðla umhverfi sé ekki að breytast. Ég meina, við erum bara með einstaklingar sem eru með meira áhorf fréttir. Hvort sem þeir heiti Solrún Díego eða Simmi Vill eða hvað það er. Já. Það eru tugir þúsund að hlusta á hinn og þessi hlaðvörp bara hitt og þetta. Og mér veist ótrúlega talandi í þessum plugg heimi sem ég er í að ég veit ekki hversu marga kontakta ég hef verið með á þessum miðlum. Það umhverfi breytist ótrúlega hratt. Og ég þarf alltaf stöðugt að vera uppfara misvöld í þessu. Við þarf býið ákveðin lúksus í því að íslenskt fjölmiðlumhverfi er tiltölulega einfalt líka og bara með 2 lykil dagblöð með örfáar mjög ógnar sterkar vefsíður og svo er þetta núna komin súpa af skemmtilegum hlaðvörpum til þess að reyna að plugga fólk inn í og annað. Þannig að þetta er að breytast til mikið. Af hverju rúlar út af ég meina, Bylgjan og Rás 2 eru bara með sturlaða hlustun, sko. K100 vaksa alveg brjálæslega og gera flotta hluti. FM er ennþá allir að djöflast þar og gengur bara vel. Þannig að Exið og þetta er samt bara það var til náttúrulega ótrúlega lengi og annað. Þegar við erum mid-90s þessi strákar og talandi hvort að ég hefði komið í kortið, ekki, bara alls ekki. Við bara gerðum það bara allir. Ég og Þór Bæring og Svali og Áskir Kolbeins og Samúl Bjarki og Steit Kári og Kvati og allir og svo allt þetta gengi sem var að bak við tjöldin að selja auglýsingarnar og annað og bara svo framis. Heiðar Austmann og svo alltaf gaman að vita og svo Rikki og það gengi allt saman Brynja Már og Ívar Guðmundsson alltaf búin að vera í svo forever, sko, Guðmund Almáttugur. Ég held að hann fara með mikrofónum inn í gröfuna, sko. Hann er ótrúlegur. Þannig að og þetta er svolítið ennþá bara svolítið gömlu hundarnir í þessu, sko. Ég meina Heiðar og Þór eru ennþá upp á K og Svali gefur hann reglulega frá tenni og þá er hann dettur hann á bylginu og stundum FM og þannig að endurnýjning kannski ekki rosalega mikil en og það er einhvern veginn gaman með þessu útvarpsbakteríu. Talandi ég meina ég er 16 ára þegar það byrjar og við förum inn í útrás. Mér finnst þetta áhugavert að það verkefni ekki kvikna aftur, útvarpsstöð framhaldsskólana. Það var alveg ótrúlega skemmtilegt plattform. Framhaldsskólinni fengur bara úthlutað ákveðna klukkutíma á viku. Þannig duttu við Þór Bæring inn í það, sko. Og bara frábær skóli. Og það var líka bara svona gróðrast í að fyrir hæfileika fólk að finna nýja talenta, sko. Þannig að Það hljómar svo veistla.
Já, bara frábært, þá fóru bara, það snýrist ykkur minna athyglisíki eitt en einn, fólk bara ótrúlega bara áhugasamt þetta og þá bara á þessum árum þá var þetta bara lífstíl fyrir okkur, við bara gerðum ekki nefn bara vinna mikið og tjúta og hafa gaman, sko. Þannig að af hverju útvarp ennþá? Bara bottom line, það er bara skemmtilegt, sko. Fólk vil láta mata sér svolítið en samanskapið fullt af fólki sem hlustar aldrei útvarp og er bara með Bluetooth-tenging og Spotify og okkur playlista eða eitthvað hlaðvarp í eyrunu þeirra í ræktinni eða þrífa eða í bílnum eða einhver, sko. Algjörlega. Hvað sko af öllum þeim plöggum sem þú unnið í á þinni ævi, hvað svona það sem hefur heppnast best, myndur þú segja? Hvað það sem heppnast best? Vá. Það er mjög margt sem hefur heppnast mjög vel. Mér þegar ég hætti á FM, þá var ég fúll út í bússa minni mig. Það var það var skemmtilegt, það var ekki á, það hætti ekki á FM. Ég man þetta því ég hætti á FM, þá var á fínu miðli og í kjölfarið fór ég á Mono og svo þegar fín miðill keyptur á Íslenska útvarpsfélaginu, sameinast og slögt á Mono og FM fekk að rúlla. Og bara bestu bitinir á Mono voru hendi yfir og 70 mínútur voru í sjónvarpinu og allt það, sko. Þannig að þá fór ég einhverja fílu, Svali var dagskrárstjóri og ég bara hætti, bara var fúll. Fór að vinna hjá Storm framleiðslufyrirtæki með Magga Viðari sem núna í RFK og Hjörti Grétars og fleiri snillingum og það fór svo inn í Sagafilminu mig, já. Og þá var ég ráðinn að Laugarásbíó bræðrum, myndfónsbræðrum. Ég markasetja einhverja myndum, einhverja álfa og tröll og einhverja galdramenn sem Lord of the Rings, sko. Já. Það var skemmtilega við bræðina, Magga og Gunna. Þeir eru sko mestu toppmenn sem hægt er að finna og vinna fyrir. Og ég fór með þeim á kvikmyndahátinn í Cannes til þess að fara að horfa á okkur hráan hálftíma og hitta Peter Jackson og fleira, sko. Já, fínt. Það var sérst Njúlæn að reyna að selja öllum dreifingar alveg allan heim hvað þetta væri stórt og af hverju væri að rukka svona mikið fyrir það, sko. Tvíburunum fannst það bara galið, hvað var að borga fyrir þessa þvælu, sko. Svo ég hafði lesið bækurnar og Hobbitan svolítið setna og svo kannast í sögurnar og allt það, sko, en ég vissi svona, þetta verður huge, sko, bara biðið fyrir ykkur. Geggja að fara út í Cannes, guð minn almáttugur, sko. Já. Því líka fjörið og hitta Peter Jackson og eitthvað annar og við sáum hann hráa hálftíma og það leit ótrúlega vel út og svo komum við heim og við vorum eitthvað undirbútt og annað og þetta var brjálast að skemmtilega verkefni. Dominos var nú með mér í þessu, Tóti Dominos, sætla minninga. Já. Það var inn í þessu og Landsbankinn og fleiri stór fyrirtæki og ég gleymi aldrei þegar pröfusýningin var og við fengum að sjá actually fyrstu myndina. Ég hef aldrei séð tvíburunum jafn stressaði eftir það. Þeim fannst það glata, sko. Hvað þetta? Við erum búin að eyða einhverjum brjáluðum peningi að kaupa þetta og bara hvað í anskotunum þetta? Allir hinn voru bara sky high á þessu, sko. Og svo svolítið svona aftur, the rest is history, því að allar þrjár myndina fóru yfir held ég 90-95.000 manns í bíó. Eru þeir ennþá stressaðir eða? Nei. Voru tölurnar þannig? 90-95.000 manns í bíó? Já, ég held að það var allar í kringum 90.000. Bara 1/3 þjóðarinnar. Já, og svo var þetta að gefa út náttúrulega endalaust og bara, var þetta ekki bara á Waff OS og svo DFD og svo kom Extended og Special Edition og einhvað. Þeir áttu að dreifir þetta á Waff OS líka og... Allt saman. Já, geðvitt. Ímynda svo líka bara, það seldist einhvað af Pop og Coke ofan í þess að 90 sem sá hverja mynd, sko. Já, þannig að eftir voru þeir bara skellið henni. Ég pínu sé eftir því að þeir eru veðmálagæðar, sko, þeir spila mikið golf og kíkja stundum í spilaveit og svona og ég sé ennþá eftir því að ég hef getað náð að þeim bílunum og húsunum ef ég sagt, ef ég bara sagt, sko, hver mynd tekur 30 manns í bíó. Ef ég sagt, hver tekur yfir, sko, 80 eða 90, þá þeir bara hlegja mér, þeir eru bara rétt með lyklan og öllu, sko. Þannig að það er svona eina sem ég sé pínu eftir, sko. Ég hefði átt að taka gott veðmál á bræðina, sko. Já. Þannig að mér þykir ótrúlega vænt Lord of the Rings, bara frábærlega vel hefnað. En í dag náttúrulega finnst mér alltaf bara mest vænt það að vera að plugga verkefni sem að maður er sjálfur að taka þátt í að búa til, sko. Eins og jarðarförina og núna að promotera brúðkaupið mitt, bara ótrúlega skemmtilegt. Og hlakka svo bara til að ef að önnur þessi hinn skrifherbyggi sem ég með í gangi núna ef að það verður svo veruleika hvort sem það er það er svona eitt menna bransa líka, sko, svo er þetta kannski bara maður skrifa kannski verkefni í dag sem kannski kemur í sjónvarp 24 eða 25, sko. Já. Ef það kemur ef það kemur, já, svo er það ég minna, ég var í skemmtilegu skrifherbyggi í fyrra fyrir hugmynd sem kom svo ég kom með aftur með í fangi og svona aftur að ekki segja byrjunarreit en bara svona endur skoða, endur hugsa konceptaðins og bara já, nálgast aðeins öðruvísi og pitcha þessu bara aftur, sko. Þið langar ekki að vera fyrir frammyndalina, langar að vera fyrir aftan, langar eftir eitt skrif lengra aftur og vera að framlega? Ég finnst það einhvern veginn, já, það alveg heilla mig, sko, því að mér finnst það skemmtilega nálgun að því það framleginn er svolítið svona í öllu, það henda mér ágætlega. Það er svona ákveðin held ég
geðveiki og með það svo framlýtt sem ég þekkja svona pínu svona sálfræðingar líka með það að halda öllum góðum. Ég get ímynd okkur, getur oft skapast svolítið sérstök dýnamík og drama á inn á milli. Að hafa alla góða í kringum öll verkefni, þannig að ég get alveg séð mig í því að stíga inn í það sko. Þannig að má vel vera að ég fari inn í það á einhverjum tímúti. Mér finnst bara svo gaman að því að veist, ég er núna í þremur skrifherbyggjum á leiðinni held ég 4. og svo er ég með nokkrar svona 4-5 hugmyndir í viðbót af leiknum sjónvarpsseríum sem ég langar að gera. Og þannig og stöðugt að fá okkar af fleiri. Þannig ég er svona pínu bara svona að reyna að rætu vef núna, búið að ganga vel, veist, jarðaförin að fara í 3 seríur og veist, búið að ganga vel með svona non-scripted verkefnin líka og svo framins. Þannig ég er svona bara að reyna að nýta mér þennan meðbyr núna, ég með glassir yfir vini minna með mér í því og sjónvarpsstöðuna svolítið hlusta bara þetta er búið að ganga vel. Þannig að ég ætla bara svolítið að reyna að hamra hugmyndunum út og svo má vel vera að ég stíga inn í framleiðsluskrif einhvern tímann. Það er líka svolítið eins og íslenski bransi virkar að fólk skrifar sjónvarpsþætti, leikur í þeim, framleiðir á og sópar á settinu til þess að reyna að fá sem líka fæst að tekjur út úr verkefnum því að þetta er ekki Hollywood peningar sko. Þá væri, ef ég hefði fengið bara smá royalty fyrir frasana í Ameríku sko, þá væri ég bara skellilhægandi sko. Þannig að þú ert sem skellilhægandi? Já, ég alltaf skellilhægandi sko, alltaf gaman. Hvernig er að vinna þetta er svo dýnamisk vinna og aftur bara verktæki alltaf, þetta er engin föst kjör. Nei. Og tekjur. Og tekjur. Mjög mismunandi starfið þitt og starfslýsingin. Hefur ekkert, brennur aldrei út? Hugsaðu aldrei bara, nú þarf ég að komast í 2 mánaða frí beint út í sól. Ok, ég ætla að bæta þér spurningu, ég ætla að setja ón á haldu leiðspurninguna, en á þessum 10 árum frá því varst bara hættir að vera corporate og fórst í að gera þitt eigið. Hefur fengið bóð bara að fara aftur í 84, 95? Lokkandi? Nei, ekki lokkandi. Nei. Og ég kunni líka bara margoft komið bara kona mín bara spyrir þau, vill ég bara fara, ég ætla ekki að segja hún að sagði þau, vill ég fara að fá þér almennilega vinnu eða bara svona 9 to 5, sem er kannski meiri stöðuleiki á hana. Ég kunni bara núna 10 árum búin að venjast líka bara ákveðnu frelsi, en hins vegar frelsi kostar blóðsvit og tár, því ef ég fer í frí, þá er ekki svo ég kveiki undir einhverju hellu og sendi einhvern indjána út að hlaupa fyrir mig. Hvað er frelsi í því? Já, en þá þarf ég bara að horfa, ég þarf bara að sjá það langt fram fyrir mig í tekjuflæðinu, þannig að það make sense fyrir mig. Bara svo í júlí, þá næ ég engan. Ekki nema ég sé bara með eins og núna, nú er ég að vinna verkefni í júlí sem er sko landsmót hestamanna, sem er 3.–10. júlí. Þá er ég í því og svo er þjóðhátíð í Vestmanni í byrjun ágúst. Þannig að, en þess utan, þá er bara allir sem ég vinn fyrir í frí, sko. Þannig að undanfarin ár, bara síðustu 7, 8, 9 ár, er ég bara búin að meira og minni í frí í júlí fyrir utan það að promota alltaf þjóðhátíð, sko. En ég einhvern veginn, ég elska svigrúmið þá því ef ég vil taka mig bara dag og gera ekki neitt, þá get ég það alveg. En ég er samt einhvern veginn það ofvirkur og er bara búin að vera svona að reyna að vinna í því, kannski síðan 6 árað, reyna líka að slaka á. Stundum má bara, þú má bara taka réttaði frí og binge einhverja seríu eða bara fara í eitthvað spa eða eitthvað heitanpott eða út að labba eða ég ger bara ekki tjakk, ég bara heima á náttbúksunum eða brókinu sko, bara á bumbinu sko. En ég er það ofvirkur ofta að ég fær svona pínu samviskubit í því að ég gera neitt. Af því að þeytivindan í haustunum á mér er bara stöðugt í gangi einhvern veginn. Og það einhvern veginn, já þannig að það kom alveg dag bara svona, ég var alveg til ég vera bara klukka mig ekstra inn á mótnana, klukka mig svo bara út, bara rétt fyrir 4, eins og stór hluta af þjóðinni bara gerir og bara gerir vel. Taka þína styttingu, taka þína orlofsdaga. Já og bara þú veist og svo er bara lagt inn á mig hver mánamót og ég þarf ekki að heyra í 100 manns fyrir 100 mismunandi verkefni sko. Nei, akkurat. En svo einhvern veginn bara hallaði mér ástum bara við erum bara þakkláttir fyrir það að þetta gengur vel, verkefnin eru alltaf mjög mörg í augnablikinu og það hefur gengið ótrúlega vel undanfarin ár og ég hef bara fengið frelsi og svigrúm þá til þess að mynda að vera aðeins slakari, en svo er þetta líka oft bara svona tarnaverkefni. Ég er ráðinn inn bara, við erum að frumsýna þarna, þetta er að koma inn og þá tekið svona áhlaup og þá er hringt í mig samhlega einhver auglýsingaherferð, sérðu eitthvað plugg í þessu, getur komið inn með okkur. Og þá bara kostar það X, ég setja upp eitthvað tímaplan og það er bara, oftar en ekki bara samþykkt og áfram gakk. Þannig að en hef ég andaði stundum í bréfbók og bara, væri ekki bara gott að fara að klukkast út í eitthvað annað og bara margoft, sko. Og ég held að það sé bara eðlilegt í einyrkja heiminum að menn bara svona pínu kóðunni því það er ógeðslega gaman þegar gengur vel. Þegar það er hark, þá er þetta er alveg töff, sko. Ertu sjálfur að præsa þig? Ertu alltaf sjálfur ákveða hvað tekur fyrir gig eða ertu eitthvað að ráðfæra við aðra? Nei. Ég hef aldrei ráðfært með neitt sko. Ekki kóngni prest?
Nei, ég meina ekkert annað bara, ég meina þetta tala ég fullt af fólki í bransunum og veit hvað auglýsingastofur eru að rukka og svona, sko. Þannig að ég veit bara hérna meina einhvern veginn að, já, ég bara, það kostar að fá mig í vinnu. Já. Það bara Það er margfald tilbaka. Já, ég líka bara, það á að kosta að fá fólk eins og mig í vinnu með 30 ára reynslu. Það bara, mér er alveg saman hvort sé að plugga ykkur eða alveg sama hvað það er, þú veist. Ég var einmitt að hugsa að því að þú talar að stilla bara upp einhverju tímakauppsáætlun. Að því að eins og að rukka fyrir bara að vera, hvað var þetta orðið? Frasafræðsluna. Það er ekkert auðvitað að stilla niður einhverju tímaplani á þú sest ekki niður og bara hér er frasi, hér er frasi. Nei, wow, ég man ekki hvort ég hafi eins og rukka eitthvað fyrir það, sko. Svo var einmitt talandi hvernig, svo var áhvert að menn það er lattaumræða. Aftur bara að færa ómælda gleði, sko. Svo fór fólk einmitt að svo fóru allir að setja þetta á bolla og bóli og annað og selja þetta skemmtileghendi í Hagkaup og allt það, sko. Þú þarna bara með tárin yfir. Já, bara eins og ég nálgast öll verkefni í dag. Ég bara sagt hvernig ég nálgast þetta. Ég tek ekki verkefni nema 10 tímar. Það er bara því að það er bara fyrir alltaf ákveðin undirbúningur í hugmyndavinu. Bara setjast niður, setja sig inn í hlutina, hitta fólk, hlusta og annað og svo bara er eitthvað í þessu. Það er bara grunnur. Og ef fólk ekki til í það, þá bara ekkert mál, sko. Og svo er bara áætla ég bara út frá því hvort það sé, er þetta 30 tímar, eða 50 tímar, eða 100 tímar, eða hvað það er, sko. Og það er bara misjafnt og það er allavega engin kvartað ennþá og ég er búin að vinna fyrir sömu stóru fyrirtækin ár eftir ár, sko. Við fengum samt frá nokkrum fyrir þátt að mönnum hafa svelst á kaffinu þegar ég sá reikningi frá þér. Já, það ég er að grínast. Þarna, en Leifur, ef að katt fer á hausinn, þá getum við allavega, þá heyrum við allavega fyrst í nonna. Já. Þið á að fara að sækja loft. Já, það var að sækja. Nei, sækja pening fyrir loftinu, sko. Þannig að mönnum sveltist á kaffinu. Nei, svo bara eins og með það bara reynsla kostar, alveg sem að hvað það er. Já. Og hún á bara að gera það, sko. Rétt. Þannig að fólk hitti mig bara einan, sko. Ég kem ekki með einhverja 10 með mér inn á fundinu og rukka fyrir þau öll, sko. Nei. Þannig að og aftur og ég bara, og ég er pikki á verkefni og ég getur í pikki í dag af því ég er bara að vinna fyrir stóra aðla og í oft tímafrekum verkefnum mánað og ég er ekki að taka mig marga nýja kuna, bara alls ekki, sko. Þannig að áttu einhverja skemmtilega sögu, bara kannski er þetta löngu fyrir vonandi eitthvað sem að kannski segir engan, bara steiktasta pitch sem þú hefur fengið, bara eitthvað alvöru gott loft, bara gæða loft. Vá, talandi loft. Við tölum hafa selt loft í kassa þegar Skíma seldi Idol-spilið, munið þið það? Já. Það var actually loft í kassa. En hef ég fengið slæði? Nei, ég meina, en ég hef alveg verið hreinskilinn líka við fólk, bara eins og ég segi, sko, bara eins og í kvikmyndabransunum annar, bara ég oft ringi fólk í mig og frekar en ég fara að rukka, oft er ég bara mjög hreinskilinn, bara sorry, það er ekkert í þessu og það kannski getur verið kalt en ég samanskap einhvern veginn í bara svo að ég bara of gamall til að vera að skafa oft á hlutunum, sko. Af hverju myndir ekki taka seðilinn og segja þá að þetta sé umulegt? Já, þú veist, ég bara einhvern veginn, ég veit ekki. Þú vinnur ekki þannig? Nei, ég bara vinn ekki þannig, mér finnst það bara ekki heiðalegt einhvern veginn. Ég fikk símtal daginn, það var svona 1-2 ár síðan og það var einhver mynd sem var að koma í bíó og hann var búið að frumsynna og svo átti að reyna að bjarga einhver eftir á og það er ekki hægt. Nei. Það er literally ekki hægt, sko. Það því að kvikmyndafrumsýningar hér alveg svo út í hinn stóra heimi snúa svolítið mikið frumsýningarhelgin og það byggir svolítið mikið ofan á það og svo umtal og annað og ef frumsýningarhelgin er ónýt þá bjargar einhver eftir á alveg sem þú myndið 20 milljónum auglýsingar og allt það bara breytir rosalega litlu því að initial áhugin var ekki meiri það að þú vildir ekki fara að sjá hana á fyrstu helginni, varst ekki það spenntur þá var það ekki fara að koma á helgi 2 og allra síst helgi 3 og 4, sko. Okay, þá fekk ég mitt bara sýnd og ég sagði bara sorry, það er ekkert í því að fara að ráða mig í vinnu og það er bara tímaðisla, sko. En ef við tökum smá plögg umræðu, þú veist, Já. Eins og til dæmis örfáir miðar eftir. Er þetta ekki löngu búið eða er ekki allir búin að lesa gegnum þetta? Jú, en það svo hlaupa allir til einhvern veginn. En jú, ég meina, virkar þetta ennþá? Fólk notar alveg sömu frasana, sko, almáttur. Ég get sagt þetta hérna bara, og fyrir þá sem voru bónir á Arion skákmóti, því miður þeir að fara að heyra þetta núna, en þú veist, við hentum í, skilur, örfá pláss eftir þegar það var enginn að skrá sig, skilur. Já. Þetta var líka skákmót. Ég var skemmtilega að sögja svona, við heldum eins og nýjóspartí á Ósjó, sem var eitthvað skemmtistað sem var til í korter í miðborg Reykjavíkur. Og við byrjum að auglýsa á Mónó, held ég, bara í byrjun desember, þá auglýstum við bara nýjóspartí uppselt. Keyrðum það bara í klessu, sko, í svona 10 daga, það var ekki búið að selja einn, það var ekki búið að prenta með hann.
Við ákvæmum bara að prófa, bara spilum aðeins á þetta. Já. Bara á smá hégum að gera þetta og eitthvað annað. Allir bara með FOMO, bara dauðans bara. Já, bara, ég verð bara að fá með á þetta. Bara það er allir, bara þetta er allstíð, ég get ekki hægt, ég heyri ekkert annað. Og svo bara fór allt í að poppa upp ykkur með þetta sölu og annað og það varð uppselt, sko. Já. Þannig að en jú, þetta sér fólk í gegnum kannski einhvað sjálfsögðu, þú veist. En fólk samt ennþá að kera mjög mikið að sömu frösunum oft í kringum þetta. Já. Þannig að örfáið mér og triðið þetta og hitt og framins og framins. Þannig að það væri nefnilega ekki sérstætt eitthvað nóg að miðum eftir. Nei, bara, þú veist. Engi búin að kaupa miðum. Nei, þú veist, og ég get einmitt sagt minn sem ég har örfáið mér eftir. Já, í hjóti, þú sagði 400 miðar, skilur við. Já, þú veist, Elbor telur ykkur tefnilega 14-1500 manns og eitthvað og þetta er samt bara fræðslu fyrirlestu ráðstefna. Þannig að ótrúlega áhugaverður, þannig að við erum búin að selja kringum 1000 miða sem er bara stórkostlegt, sko. Þannig að en náttúrulega búin að botfrosi í 2 ár. En eins og talar sko, það veltur svo mikið á frumsýningarhelginni. Hvað tricks er í bókinni til þess að plugga bíómynd? Það var bara, veist, eins og ég segi bara, einhver frasi sem ég notaði einhvern tímann í kringum Ísland og annað var bara svona aukin vitund með háaða. Mitt hlutur ekki bara það að hafa þetta eins sýnilegt og hægt er. Á endanum þarf náttúrulega bara varan að vera það góð. Ég nefn oft 2 dæmi því að ég var í 2 kvikmyndum á svipum tíma. Það var eins og kvikmyndi Frost sem gerist upp á jökli, svona pínu horror og svo Svartur á leik. Já. Ég var búinn að vinna fyrir Frost í ykkur 3 mánuði og hún var búinn að vera um allt. Svo bara var boðsýning upp í Sam Egilshöll og bara líkum við í hléi var að byrja að stúta myndin á samfélagsmiðlum og morgunin eftir kom Svartur á leik? Nei, Frost. Já. Það kom bara svona einhver í fréttatímanum minni mig, bara eitthvað svona bara skelvileg gagnrýni á frumsýningadegi, sko. Hún fekk ekki svona eiga helgina, sko. Þannig að hann bara búið að taka myndina lífi á einu sólarhring, sko. Já. Ég var búin að vinna í 3 mánuði, myndin var búin að vera í leikarar og aðstandur á í öllum fjölmjölum. Svo ég ráðinn í Svartan á leik og þá bara, ég held að 5.000 manns síðan í bíó, en bara brjáluð plöggvinna mín megin. Ég vann held í 2-3 vikur í Svörtum á leik og það var samanskap út allt. Þar var hins að var hann geggjuð. Geðvik. Og bara náði í gegn, þú veist. Frost hafði margt með sér og allt það, sko, en hún bara náði ekki í gegn, 5.000 manns í bíó. Og bara 60-70 manns sem sá Svartan á leik. Geðvik mynd, sko. Geðvik mynd, og hún öðruðast líka bara svona sjálfstætt líf eftir alla vinnuna sem ég og fleiri vorum búin að gera. Hún Karl Pétur og fleiri, voru margir að vinna í þessu, sko. Og frábært teymi í kringum þetta og myndin líka bara frábær. Að svo öðlast hún bara sjálfstætt líf að því að það bara voru 2-3 kastljósþættir að fjalla þetta og lögreglan tekin að borðinu og ræða undirheimann og þetta hitt og annað og allir bara missa sig við myndinni, sko. Og þá líka tekur hún við, en þá líka það búið að sá fræinu, en á endanum þannig bara var hann að vera í lagi, sko. Þú veist bara, ef Pitchington og Black Box væri ekki í lagi, þá skiptir einhver máli hvort að Jón Gunnar Geirdal eða og segja fóræði eða eitthvað annar, sko. Og alveg sama með bíómyndir eða sjónvarpsþætti og tala um í dag, menn það er off-framboð af afþreyingu. Ég er afþreyingasjúkur og með þetta allt saman. Liggur við Netflix og Disney Plus og Viaplay og ég með Stöð 2 og sjónvarp Símans og það er RÚV og það er endalaust. Maður kemur bara og það mokast inn frá öllum heiminum, maður er allir að horfa á kóreska þætti og finnska þætti og norska þætti og danska þætti og svo er allt þetta íslenska og algjör svona gósentíf, of alinn á íslensku eða lefni þessa dagana, sko, og búin að vera undir mánuði. Verbúin að gegja það, Svörtu sanda frábærir, vennlegt fólk æðislegt og svo er koma núna páskana, brúðkaupið mitt og vitjanir á RÚV. Já. 2 leikna serjur, þetta er bara svona, þetta er fullkomlega galið einhvern veginn. Þannig að við erum rosalega, það er svo mikið oframbað, þannig að reyna að ná yfir noise level, það er alveg svona, tekur alveg á, en aftur bara tengslanet, fjölmiðla umhverju á Íslandi ég ætla ekki að segja þessi einfalt, en það er bara, það eru fáir stórir miðlar, þannig að það er eftirsóknarvert að koma einhvern framan á í stórt viðtal í Fréttablaðinu, forsíða laugardegi, komast inn í menningun á RÚV eða inn á MBL eða Vísi eða Íslandi í dag, margir fletir í þessi vinsæltu hlaðvörp og svo framins, sko. Komast í kat. Komast í kat og það, sko, veist. Það er nú reyndar aðeins flóknar. Það er það, sko. Tala ekki þegar það er ekki kveikt á. Nei. Já, Þarna, við langar að spjalla Leifur, við vorum í skóplustungu á laugardaginn. Rétt? Vá, frábært. Fyrsta skóplustungan. Óli Valur kann að halda partí. Já, við mættum á Skagan í fyrstu skóplustungu á Semisreitnum á Skaganum. Verið að byggja 100 íbúðar þarna. King Óli Valur sem er þetta næsti gestur hjá okkur. Já, rétt. Og hann á bara í Mosó. Hann og Simmin alltaf slíðruðu sverðin en það var ekkert celebrity beef, það var bara allt
mjög gott á milli þeirra veit ég sko en þeir ákveðu samt að separate ways stundum fara menn bara í það var ekki að blóða út á þitt sko. Nei, stundum bara ferðarlega þannig sko en þeir vilja aðeins ræða bolta Já Þú ert einhver harðasti United maður landsins Ég harður United maður en ég kannski ekki eins veikur og margir vinir mér kannski Já, höfðingin fáruveikur sko. En ég er gallharður United maður og verið lengi Já, nokkra bara snögga spurningar hvernig metur þú tímabilið svo far? Já, bara einfalt skellulega bara, guðminn álmáttur, það bara hámarkaðist og kristallaðist í þessu Atletico Madrid-tapi Þannig að, já, bara ég held einhvern veginn bara að aftur bara einhvern veginn frá því að Ferguson hætti þá er það bara búið í mólum sko. Já Veist, og hugmynda, einhvern veginn, það er svo sé engin hugmyndafræði og engin stefna og ekki neitt sko. Ég fannst mjög fyndið að hlusta á Neville í viðtalum daginn, ég held að það hafi verið Neville sem að tala það bara einhvern þjálfara sem að fær trausti í 3 ár bara eins og Klopp og önnur lið en þetta er alltaf sama sagan það hefði hægt að gefa Moyes meiri tíma og það var auðvitað að segja þetta Nú er allir að dásama Moyes fyrir vestan, hann er ekki frábæra hluti en hann fekk 8 mánuði það var bara engin þolinmæði leið og Hólminn er komið þá er umræðan aldrei þannig að bara kemur bara 3 ár Ég meina, Mourinho, Moyes, Van Gaal þú veist, minna Solskjær minna búið að vera frábæri þjálfarana misgóði vissulega ég held að Mourinho kom bara á seint bara þegar fótboltinn var að taka fram úr honum Þú veist, ef að Guardiola búin eitthvað og svo Klopp einhvern veginn við einhvern veginn bara, mér finnst klúbburinn bara vera á þeim stað svona áður en að City fekk Guardiola og Liverpool fekk Klopp þetta sé bara einhver 3-5 ári það að klúbburinn gera eitthvað því miður sko þú veist, og ég veit að þolum að sé engin Var rétt að reka Solskjær? Já, ég einhvern veginn ég veit ekkert, ég svissast á mitt í þessari Ten Hag, Pochettino hver er bestu maður til að koma inn og annað í þetta umhverfi fyrst alveg bara rosalega margt og rotið virðist vera í klúbbnum, bara hvernig hann er rekin og annað mér finnst það svona Kristall að daginn því þegar Ragník var spurður daginn hvað Darren Fletcher gerir þannig hann alltaf bara við hlýðan á bekknum og eitthvað og hann vissi það ekki ég er bara frábært á hann á æfingum og gott input gott á hann á bekknum, topp maður en svo spyrir, veistu hvað hann gerir? Nei þannig hierarkían og skipurrit í fyrirtækinu er augljóslega ekki skýrt ef að interim managerinn sem hann er bara manager í dag hjá klúbbnum veit ekki að hvað þessi gæi gerir eða þessi gæi sko þannig ég held að þurfi bara rosalega margt að breyta ég vona bara að ég einhvern veginn hallast að Ten Hag frekar en Poch ekki gegn pressi konginum Ragník áfram, nei ég einhvern veginn, hvað er hann búin að þjálfa 2 ára síðust 10 hann er ekki þjálfari verður ekki bara að gefa hann 3 ár Já, akkurat. Já, svo bara eins og núna, Dybala núna samningslaus og Juve, sko, við erum 100% að fara að ná í hann og gefa hann 500 pund á viku, sko, svona Sanchez þvæleikur, sko. En sko, málið það samt, sko, ég verða að segja við leifurum Chelsea, menn við höfum það rosalega gott, sko. Við höfum það rosalega gott. Við höfum það frábært bara fyrir mánuði síðan. Okkur illt í bakinn á titlum. Þú segir, sko, að þetta gefa fleiri þjálfurum lengri tíma, en ef ég hef ringt í því þegar Moyes búin í 8 mánuði þá viltu hafa Moyes áfram Það er ekki sagt nei sko Ég er að segja það Þannig að þú veist Það er líka bara þegar við erum óþolumóð og ég held að þessi rómantík í því að vera að tala um Ferguson og hann var 27 ár og svo Wenger og eitthvað svona ég held að það sé bara eitthvað ég minna hvenær ætla að kloppa klukkas út 2 ár Ekki tala eitthvað um það Spurning með Guardiola og eitthvað það verður engin þjálfari í dag í 25 ár hjá frá klúbb ég held að það sé bara borin von sko Ronaldo inn eða átt Ég vil að bara klára bara sísonu svo fer hann. Ef ég að segja, ertu fan eða ekki, eða skilur varst ánægð með kaupin? Ég er mikill Ronaldo maður, Guðmund Almáttu. Ég talandi sko skemmtilegustu dagar lífs míns, þá var einn af þeim sem ég var í Moskvu þegar þeir eru unnu meistaradeildina. Ekki minna Chelsea menn á það. Guðmund Almáttu, sko, það var gott partí líka. Það var að slipa í Terry. Já, ég slipi akkurat. Það já, þú veist. Veitu, vá, hver er spurningin? Ronaldo, já, ég er mikill Ronaldo maður. Ég fagnaði kaupunum bara, þú veist, fannst það, en svo einhvern veginn eftir á ekki, þú veist, ég minna auðvitað trilltur leikmar og legacy, Guðmund Almáttu, sko, það þarf ekki að ræða það hann eða Messi og allt þetta, sko, bara trilltur. En ég held að þegar þú komið mann eins og hann inn í liðið, þá ertu ekki að stilla upp liðið, þá stillir upp honum og svo restinni, sko, og meðan að Klopp og Guardiola og þessi bestu lið og Bayern og svo er að stilla upp liði. Mér finnst ótrúlega gaman að sjá hvað Xavi er að gera hjá Barca núna sko. Ég bjóst ekki við 0-4 helgina en hann er greinlega kemur inn og á stuttum tíma bara búin að breyta einhvern veginn dýnamíkin í liðinu af því þeir voru bara út á túni sko. Og það strax einhvern veginn Ópa virka, Dembele núna svínvirka í svo leikum helgina og einhvern veginn kaupa núna Kessie tilkynna það í dag klókir í því en mér einhvern veginn finnst bara United er bara einhvern veginn
þessi Sanchez kaup, ekki það mest æða að fá Zlatan, bara alltaf að fá hlustan í viðtólum, sko. Alveg gaman að fá svona legendi sem hann og allt það, en bara, það er engin strúktúr og einhvern hugmynd, þetta er allt svona svolítið bara einhvað, og svo eru að spila mot einhvern alvöru liðum og það bara hleyða okkur, sko, og þessi fyrirleikur í Madrid á móti Atletico og Guðmund Almáttu, sko. Loka fótboltaspurning, liði í íslenska? Breiðablik. Yes, maður, yes. Það er alltaf nægja að koma Bliks. Það er búið að vera þannig í 15 ár. Ég er orginal íkáingur í Kópavogi, sko. Bara talandi gamla skólan, bara upp á Möl, upp á Heiði með Gulla Gull og Jóni Þorgrími og fleiri, Ívar Jóns og fleiri snillingum, sko. Spjörðu haflega ekki? Já, ég sé að þegar ég er 74 og Gulli Jónsi og Ívar Jóns og fleiri eru 75, sko. Þannig að við ferðum saman upp alla yngri flokka. Svo fer þetta upp í HK og svo fór ég eitthvað af leið hérna í öðrum flokki og fór yfir í Stjörnun í Garðabæ með Lúla Jónasson og fleiri snillingum. Já, kóngurinn. Takk. Og enda svo í Fram og eitthvað. Svo tók ég var ekki eitt meistaraflokksleik, en tók alltaf undirbúinstímabil og svo hætti ég alltaf á sumrin þegar vorum í sem útvarpsvesinn og annað, sko, svo gaman. En átt Mike-sögur? En á Mike-sögur, já. Mjög næst að hitti Mike. Spurði hann þá út í Class of 93 sem er Fram annarflokkurinn elsta árið, sko. Loða því hann er örugglega með svar við því. Ég verð Bliki bara þegar dóttir mín sem er 18 ára í dag, hún æfði fótbolta í 3 ár fyrir pappa sinn, svo fannst hann ekkert skemmtilegt. Þá var hann í Blikunum og nú er ég með 1 14 ára gæja og eldra árin í 4. flokki, 1 7 ára í 7. og 1 3 ára bara á leiðin á sína fyrsta æfingu bara til mánuð, sko. Þannig ég verð óþolandi fyrir þjálfarana í Breiðablik næstu 20 árin, sko, á öllum þessum mótum og ég elska það, ég bara gengi baddóm að fara á þessi mót, sko. Ertu erfiður á hliðlinni eða? Nei, ég er nú búin að reyna að tóna það mikið niður, sko, en ég meina ég hef rosalegan áhuga á því sem og bara gaman að því sem að horfa á gutturinn minni spila fótbolta og ég og minn 14 er til dæmis bara hann er bara efnilegur og við erum bara svona ákveðnu ferðalagi, við erum með sameiginlegt Google-skjal þar sem ég er búinn að safna svona kommentum fyrir ungan dreng, hverju hann ætti að einbeita sér að frá hinum og þessum snillingum, sko. Allt frá bara Tjekini og Hörður Björgvin og Alfred Finnboga og yfir í alla miðjuna hjá Blikunum í dag, Höskuldur og Jómann og Oliver og Viktor Karl og Kitty Steindós og allir þessi gæjar, sko. og Gísli og þeir, sko. Og við erum bara svona í ferðalag og frá þjálfurum hans líka og fleira og ótrúlega þakkláttur fyrir það. Ætlar að kaupa VIP með Bliks stúkunni í sumar? Jafnvel, já, við erum rosa duglegir að fara á völlinni. Ég er bara gaman að fara með pjakkara minn og fá mér vel sveittan góðan borgar í sjoppunni. Já, ég mæli með vippinni. Ég held ég verið að grípa í taumana hérna ef það er Birkir Gall áður þetta gengur út í okkar. Það er komið að hraðspilningum. Já, mér langaði reyndar að taka eina stutta umræðu viðbútt af því vorum aðeins að ræða Ronaldo á hann. Ég kalli þetta MJ-syndrom, Michael Jordan-syndrom. Þetta er líka gerst með LeBron í körfunni og Ronaldo hjá Man United. Þegar leikmaður er orðinn sko bara legend. Hann er bara kominn á þann stað að hann er í umræðinni bara hvort hann sé bestur allar tíma. Hvernig þjálfari þannig gæja, sko. Og þess vegna hefði verið mjög áhugavert til dæmis ef hann hefði farið til Man City eða eitthvað, til Guardiola sem er líka í þessari umræðu. Hvort hann hefði mögulega getað beisla hann af því að það er augljóst að Rangnick er ekki að gera það, sko. Og eðlilega ekki. Hann, eins og talar 2 ár á síðustu 10 þjálfari. Já, líka bara einhvern veginn, áhugavert einhvern ástandan í klefunum og annað og ég væri frekar til að ræða, eða klukkutími að ræða Harry Maguire, heldur en CR7, sko. Já. Af því að ég held bara gæinn sem að seldi okkur hann frá Leicester, það bara ennþá voru að baða hann í kampæni, sko. Flugmóðskipið. Ég meina, selja okkur einhvern sleða og tréhest frá Leicester, sko. Hann er svona mínútu að snúa sig við, sko. Nei, ég meina, það er bara einhvern veginn, bara hryggjast ekki í liðin, ekki það. Mér var gaman að hann í seinnileiknum Atletico, allt í henni fattaði að Freddan væri brasilíumaður, allt í henni saman bara ótrúlega takta, það var með ólíkindum, sko. En bara miðjan er slög, bara Pogba burt, Ronaldo fer í sumar, alvöru þjálfarinn inn og ég er bara að móka 10 gæmi viðbót, ég meina Lingard er að fara og Mata komin á aldur, Matic burt, þú veist, og með fullri virðingu, ég fíla að dræfi í McTominay en það bara vantar alvöru, hann er bara ekki nógu góður í löpunum, sko. Þannig bara, og svo vantar betri bakverði, það vantar alvöru bara miðjumenn og svo eitthvað upp á topp fyrir. Það kaupir hann Núneska, ég til í hann. Vantar hlusta á þetta, hann vantar heldur mikið hann. Ég ætla að segja, þetta er bara nýtt lið þetta svo komið með, sko. Fyrir mér bara þá bara byggja þetta upp í kringum bara Sancho í langa, kannski Varane. Er Rashford í kuldanum? Ég hlakkaði bara, annarkvort kemur Rashford tilbaka, ég er ekki svo ekki talent í þessum strák, sko. Því það er eitthvað stórkostlega að. Hann kemur inn á í dag bara svo gæinn kunni ekki fótbolta, sko. En það er rosalegt að fylgjast með því hann er frábær. Þannig að ég vona bara, var ekki Neville einmitt að tala um þetta, hann noti bara sumari að koma tilbaka, vinna eitthvað í hausnum á sér, sko. Svo líka ekki eins og þessi gaur að sé ekki með úrræði til að vinna í sínum málum.
akkur ekki bara hjá sálfræðing þá bara daglega ef hausinn ykkur skrúi, sko. Það var ekki efnaði. Nei, mitt hafa ekki efnaði. Þannig að ég get ekki beðið eftir að þetta season klárast, skulum orða það þannig. Ég er nú að fara á Old Trafford í næstu viku með gutturinn minn 14 ára og 7 ára. Ok. Við erum að fara á hérna Leicester-leikinn 2. apríl. Já. Skal halda mínu þá? Þá heldur mér United, absolutt, sko. Ég það má ekki hafa með einhver auta álug á völlin og ég þessu leik, sko. Þannig að sjáum til með hvað gerist með United. Ég held að það gerist eitthvað rosalega mikið í sumar. Já, það verður United, Chelsea, þú veist, hvað verður Sala og Firmino og Mane og svo gæði hjá Liverpool, City kaupir Haaland til þess að skrifa í skíin því miður. Það? Já, ég held að. Það verður leiðilegt. Það er, Haaland með De Bruyne og Silva og svo gæði fyrir aftar sig, sko. Það verður þetta bara alveg búið, sko. Því miður. Allavega helviti sterkt, sko. Já. Þetta Kane, samt. Já. Fer hann, ég held að Conte verði ekki áfram, sko. Nei. Þannig að það bara er ekki gæðið sem að sticks. Þannig Nei. allavega. Já, uppáhalds veitingastæður hér á landi fyrir utan þá staði sem þú tengist. Þetta er hraðaspurning. Jæja, þá er þetta hraðaspurning. Þetta er hraðaspurning. Vítu, þá ef við erum komin í hraðaspurningina þá ætlum við bara að henda smá. Þetta er gangtak. Við þakka Kemi kærlega fyrir Dominos, Payday, Loop, Hreyfilsmönnum og sjálfsögðu Tóma Þóróts og Krúsinni og Barjón Mósó. En þá er komið að því, Jón Gunnar Geirdal. Hraðaspurningar. Yes. Veistla. Þú munt aldrei giska á hver fyrsta spurningin er. Ertu klár? Ég er klár. Ok. Uppáhalds veitingastæður hér á landi fyrir utan þá staði sem þú tengist? Oaks, sem er fyrir innan Sumac. Besta og lélegasta fjárfesting sem þú hefur gert á æfinni? Besta og lélegasta, vá. Lélegasta var það að fá Jordan Belfort til landsins. Já. Byrjum á því. Besta fjárfesting mín. Bara að hafa fjárfest í sjálfum mér og drulla mér í einirkjum, sko. Fyrir 10 ára síðan. Ok. Geðvitt. Uppáhalds pizza á Black Box og Juice á Juicy? Mr. Mojito held ég sem ég fekk mér í dag. Með myndunni, það er líkill. Uppáhalds pizzan á Black Box. Spicy chicken er rosaleg, sko. Svakaleg pizza. Já. Uppáhalds áfengi drykkur? Velgerður gin og tónik. Ég leiði líka einn á barnum. Velgerður gin og tónik, en svo er ég mikill mojito maður. Pipar í honum? Nei, ég er ekki pipar. Ég er ekki pipargúrka. Bara mikið lime, mikið klaki og lime á röndina. Það er líka lættur, sko. Takk. Takk. Uppáhalds áfengi drykkur? Voru við ekki því það? Það var juice, en það má alveg vera aftur. Já. Óáfengi. Óáfengi drykkur. Óáfengi, uppáhalds óáfengi drykkur. Var ekki gin og tónik örugglega óáfengt hjá þér? Já, ég var mikill Pepsi Max maður. Já. Alveg bara, ég er að reyna að draga svolítið því. Mér erst kollab alveg hrikalega góður. Já. Ég er svona, það er sama það, sko, ég er að reyna að minnka eitthvað koffín inntökur, sko. Ok. Þannig að endanum bara myndi ég bara segja bara íslenska vatni, sko. Bara best, akkurat. Uppáhalds staður í heiminum? Uppáhalds staður í heiminum. Af því sem ég hef heimsóm galtaviti fyrir vestan. Ekkert símasamband, ekkert rafmagn og ég eiti 2 sólarhringu þar með konunni og systur minni og kallinu hennar. Það var bara talandi um að fara í frí. Já. Það er engin nær í mig, það er frí. Já. Þannig að það er bara dásamstæðir, en svo bara ég fullt aðeins, sko. Þannig að... Farga, fjölga, flengja. Nýjáutgáðan að giftast svo hjá eða drepa. Já. Farga, fjölda, flengja, ok? Nei, farga, fjölga, flengja. Ok. Öddi, Steindi og Gils. Farga, fjölga, flengja. Vá. Ef ekki að farga Steinda, hann er mest að vesenið. Aldrei á tíma með neitt. Ef ekki að fjölga Einu Blöndal, hann er búin að duðlega að fjölga sér. Og giftast Gils. Já, flengjum skýrhausinn. Já. Það var skemmtilegt. Uppáhalds hljómsveit? Sigurrós. Ég er að fara að sjá Sigurrós í just. Kannski skrýsi, kannski byrja uppáhalds, en ég er rosalegu Sigurrósar maður. Litlu systur minni heitinni þótti vænt bandið og við erum miklir Sigurrósar aðdándur, hann, já, ég ætla að segja Sigurrós. Já. Uppáhalds þættir? Vá. Þeir eru margir maður. Breska Office finnst mér erfitt að toppa, mikill Friends maður, en Breska Office náttúrulega. Já, samanlega því. Breska Office, Breaking Bad. Ok. Uppáhalds mynd, íslenska mynd? Uppáhalds íslenska mynd? Verði ekki að segja, ekki segja vonastræti, af því að það er aðeins meiri von í henni en Lof mér að falla. Lof mér að falla, það er rosalega áhrif á mig. Ég er mikill Baldvin Setamaður, stórkostlegur leikstjóri, þannig að jú, ég ætla að segja vonastræti, frábær. Steini Bach, náttúrulega æðislegur. Elskar Steini Bach og Hera dásanleg. Hvað skákmaður ertu á borðinu?
Hvaða skákmaður ég á borðinu? Er ég ekki að segja bara, er ég ekki drottningin að því ég get farið í allar áttir? Já. Fjölhæft kvikindi, sko. Uppáhaldsmatur? Bara allt sem móðir mín eldar. Bara fara í gamla skólan til mömmu, bara í kjötbólur og kótilettur í raspu og kjötsúpu og þetta basic, sko. Það toppar það ekkert fyrir mér, sko. Nei. Alveg sama hversu fínt ég fyrir út að borða, sko. Sérréttur í eldhúsinu? Minn sérréttur? Ég pottrétta snillingur, sko. Ok. Svona hæg elda. Ég elska að henda einhver í pott, svona upp úr háti, láta það malla og bara 3 til 4 tíma setna, 5 tíma setna það eitthvað stórkostlegt, sko. Hvort sem það franskt eða ítalskt eða einhvað, sko. Ég rosalega pottréttakall. Hvaða kjöt verður fyrir valinu? Oftast lamb einhvern veginn, sko. Já. Þannig að ég mikill lambakjötsmaður, sko. Þannig að það hrikalega gott. Svo loka spurningin, Leifur. Loka spurningin? Já. Hún alltaf svo sama. Jón Gunnar Geirdal, hvað mikilvægast í lífinu? Fjölskylda mín, börnin. Geðveikt. Jón Gunnar Geirdal, takk kærlega fyrir komuna. Ég held að Leifur hafi verið á rekk í kvöld. Takk strákar, það var skemmtilegt. Takk fyrir. Takk.